Velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi að vori til. Það margt í boði hér í kvöld, fjölbreytilegur þáttur og áhugaverður ég hræddur Hérna aftast í þættinum að þá komaði til mín Sigfús Sveinbjörn Svanbergsson, kallaður Fúsi, og frendi hans, Agnar Jón Egilsson, þeir hafa sett upp sýningu í Borgarleikhúsinu sem heitir Fúsi og fjallar Fúsa og Fúsi leikur í henni og Fúsi er einn af höfundunum og Agnar er leikstjórinn. Ég ætla að ræða aðeins við þá þessa sýningu sem að fjallar líf og örlög, vonir og væntingar manns með þroskahamlanir sem hann Fúsi. Við ætlum að ræða þetta hér í lok þáttarins. Það er síðasta sýningin, ráðgerðarsýningin er núna á laugardaginn. Það er afmælissýning af því að Fúsi verður 60. Þannig að vonandi verður hún sýnd aftur. Ég hef séð þessa sýningu og mæli eindregið með henni. Ég fæ hérna svo í heimsókn mann sem heitir Alfreð Sturla Böðvarsson, hann er ljósamaður, hefur unnið mikið í sjónvarpi, en hann skrifaði grein á Vísum daginn strandeldi og kannski svona hvernig Alþingi og ríkisstjórn tók á því máli, hvernig þau svöruðu ákallinu það að setja einhverja reglur utan iðnað sem var algjörlega stjórnlaus og hann var ekki ánægður og mér leik forvitni á að heyra í honum sem svona, venjulegu manni sem að stingur niður penna af því honum líkar ekki hvernig samfélagið er að þróast fyrir hverja ríkið sem ætti að vera að vinna almannahagsmunum fyrir hverja þeir eru raunverulega að vinna og ég ætla að ræða við hann málefni sem hann skrifaði strandeldi og tök hinna ríku og voldugu á ríkisvaldinu en líka svolítið svona umræðun í samfélaginu og hvernig það er og hvernig því er tekið þegar þú ert að gagnrýna sem svona venjulegur prívatmaður út í bæ. Við erum svolítið með svona þann þráð svona þessar vikurnar að svona velta fyrir okkur hvernig svona hinn lýðræðislega óformlega umræða á sér stað í samfélaginu. Ég hef rætt hérna dánaraðstoð, gerði það fyrir svona 3-4 mánuðum. Ég ætla að halda áfram í kvöld. Hún kemur hingað, hún Steinunn Þórðardóttir sem er formaður Læknafélagsins og ég ætla að ræða við henni dánaraðstoð. Ég veit að hún var svona frekar fylgjandi dánaraðstoð, þangað til hún fór að skoða málið og skipti skoðun og hún er eindregið andsnúið því. Telur að það ef við leyfum dánaraðstoð þá muni opnast einhverja gáttir og mjög fljótlega mun samfélagið fara að deyða fólk sem að vel hefði verið möguleiki á að aðstoða. Þannig við ætlum að tala hér hvorki meira en minna en líf og dauða og hver hefur vald yfir lífi og dauða annara. Ég og Steinunn Þórðardóttir hér seinni þættinum. En áður en að því kemur þá kemur hún Kristrún Frostadóttir hingað að Rauða borðinu. Hún er formaður Samfylkingarinnar. Ég ætla að ræða við hana Kristrúnu og Samfylkinguna og pólitíkina, erindi Samfylkingarinnar, hvað hún vill og breytingarnar sem að Kristrún er að færa yfir Samfylkinguna. Sumir segja að hún sé að færa flokkinn til hægri, sumir segja að hún sé að færa flokkinn til upphafsins. Ég held að hún sé á þeirri skoðun líka. En við ætlum að reyna að ná utan þetta. Breytingarnar sem eru að vera á Samfylkingunni og erindi hennar undirbúning fyrir næstu kosningar hér rétt og eftir. En áður en að við förum yfir í viðtöl kvöldsins, að þá vil ég minna ykkur á að við tökum öll þátt í því að búa til samstöðuna. Við sem erum hérna megin myndavélarnar og fólki sem er hinum megin að taka þættina upp, gestirnir sem hingað koma og þið sem eru að hlusta. Saman búum við til samstöðuna, þennan umræðu vettvang sem að þetta Rauða borð og fleiri þættir í samstöðunni er að verða. Þið getur verið virkari með því að benda vinum og vandamönnum á það sem eitthvað líkari er, því að þá er líkur á því að þau kann þetta og uppgöti samstöðuna, kannski fólk sem vissi ekki að samstöð verið til, því að það er bara þannig að við erum fátæk sjónvarpsstöð sem er að verða til úr engu og við höfum ekkert efni á því að vera að auglýsa okkur upp, kaupa athygli. Við höfum byggst upp með góðri afspurn og ég hvet ykkur til þess að taka þátt í því. Því að kannski er það þannig að þið fréttuð að samstöðinni að þið ykkur sagði ykkur það og þið ættu kannski að launa það með að segja næsta frá samstöðinni. Þannig eflist samstöðin og styrkist. Þið megið benda á að við efnið okkar má finna á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og nafni einstakar þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útsendingar líka á spilarinn. Spilarinn er
á netinu, spilari.is, en hann líka app sem á hlaðinur í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman, þar eru númer 5 á fjárstýringunni, 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða á vegum samstöðarinnar. Þið sem að viljið vera ennvirkari og leggja til uppbyggingar samstöðuna geta gert áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði og það munar mikið það þegar margir safnast til. Þannig hefur samstöðin eiginlega byggst upp. Þið getið farið inn á samstöðin.is, þar hnappur sjónvarpsstundur áskrift og þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum eða borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu lesenda, áhorfenda og á heyrenda. Þannig að með því við það, hvort þið ætla að láta verða því að gera starfskrifendur núna, að þá skulum við skjóta inn smá skilabúðum frá óskyldum aðilum en vindum okkur síðan í áhugaverð viðtöl kvöldsins. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá ætlum við að tala pólitík og við ætlum að tala samfylkinguna og við ætlum að tala við Kristrúnu Frostadóttur. Bormann, þetta er velkomin. Takk fyrir. Við ætlum að tala pólitík, það er gaman að því. Já. Já, hvað er gaman í pólitíki? Fólkið, aðalega. Það er það sem er skemmtilegast við starfið, sko. Það er fræg setning sem eitthvað sagði sem að væri að pólitík er frábær nema hún er svo full af fólki, sko. Já, ég meina, sko, mér finnst rosalega gaman að fara út og tala um fólk. Ég hef líka gaman að verkefnunum, ég er mjög svona verkefnadrifin, frekar en svona, hvað maður segja, embættis eða hlutverkadrifin. Og sjá eitthvað ganga. Já, mér líður rosalega vel þegar kemur eitthvað frá mér, sko. Eins og við höfum verið að vinna í þessum útspilum núna í heilbrigðismálum og fleira. Og mér líður alltaf svo vel þegar eitthvað er komið á prent sem að getur afhent fólki. Varðandi tvennt í þessu sem við spilum, varðandi þetta með útspilin sem að er ekki endurskoðun á stefnu flokksins. Nei. Það var þingmaður hér samfélkingunni á sunnudaginn sem að ég spurði eitthvað út í útspilið í sambandi við atvinnustefnuna, sjávarútvegsstefnuna. Spurðum hvað varð fyrningarleiðina og það allt saman. Að þá tók hún skipt fram Oddný. Þá skipt fram að þetta stefna væri óbreytt. Hvað er þessi útspil? Er það þitt útspil og svo er flokkurinn kannski með aðra stefnu? Nei, ég meina stefna flokksins er auðvitað bara endurskoðuð svo maður segja á landsfundi. Hún þarf ekkert alltaf að taka stórkostlegum breytingum og ég meina svo eru náttúrulega skipta skoðanir á hvernig stefna á að líta út, sko. Í sumum flokkum og sumum löndum er stefnan einblaðsíða, svona kjarnagildi sem að þurfa að sýna að vera undirstaðan á stefnumóti síðan meir. Í samfylkingunni er stefnan frekar ítarleg en í langflestum málaflokkum er hún þó þess eðlis að hún þarnast að forgangsröðunar, vegna þess að þú getur ekki verið með 75 blaðsíður alltaf á taktennum og hún er það opin að hún gefur kost á að þú leggur áherslu á okkur hverju sinni. En hún gefur þá líka svo opin að ég geti túlkað það að það sem að þú lagðir fram er ekki í takt við stefnuna.
Já, en ég meina það eru líka skipta skoðanir innan samfylkingarinnar Smári á því hvernig þú túlkar ákveðna hluti og oft eins og þú þekki mæta vel á þínu flokki þá er lendingin í stefnu á landsfundi og í aðdraganda landsfunda oft málamiðlun milli ólíkra aðila. Samkomulag að við skulum í sameiningu berjast fyrir þessu, beigjum okkur til lýðræðislega niðurstöðu flokksins. Já, og það er ekkert óeðlilegt að fólk geti fundið mismunandi hluti og fundið sig á mismunandi stöðum í stefnunni. Það er síðan stjórnar og ég meina þetta er bara í lögum flokksins, ég meina stjórn flokksins sér málefnastarf og móta ákveðnar áherslur og fór þá leið að gera núna eins og margir af flokkunum sem eru á Norðurlöndunum að leggja fram svona útspil þar sem við förum í aðeins svona ítarlegri útlistun á hvað við treystum okkur til að gera á næsta kjörtímabili og ég hef verið mjög skýr á því að ég vil að fólk viti hvað það er að fá þegar það kýs samfylkinguna. Það er eitt að vera með stórar hugmyndir og það skiptir máli. Þú þarft að hugsa stórt og þú þarft að hugsa langt fram í tíman og vera með draum og þrá. En þú vilt heldur ekki valda fólki í vonbrigðum og þú, sérstaklega í pólitík dagsins í dag, sem öðruvísi en þegar samfylkingi var stofnað sínum tíma, ég meina í dag eru 8 flokkar en á þingi, ekki 4, þá veistu alltaf að ef þú ætlar að vera með kraft, ef þú ætlar að vera með afl, ef þú ætlar að fylgja fólki saman, þá þarf það samanast ákveðnar áherslur og þá finnst mér og okkur í stjórn bara hreinskilnara að samanast það fyrirfram en að keyra á ýtrustu kröfum sem kannski þá henta mjög litlum hópi. Og get ekki skilaði af sér. Það held ég að er vandamál pólitíkuna undanförnum árum. Það eru væntingar sem fara upp og það eru svo sannarlega til samfylkingarinn í dag og svo fólk sem getur ekki breytingar á samfélaginu. Algjörlega. Og það getur ekki verið svarið við því að þá skulum við ekki koma fram með eina kröfur breytingar á samfélaginu. Já, ég ætla nú alls ekki að halda því fram að það sé ekki kröfur til staðar. Þegar við lögðum til dæmis fram heilbrigðismálin okkar, þá voru sumir af andstæðingunum okkar. Já, ég meina af hverju hafa þau þá ekki klárað máli? Það er vegna þess að fólk er ekki tilbúin að fjármagna hlutina. Við erum alveg tilbúin í það verkefni. Við erum tilbúin að vera hreinskilin við fólk og segja, það mun kosta peninga að fjárfesta hérna í innviðum til þess að við komum kerfinu upp á Harristall til þess þá að spara rekstrarútgjöld síðar, en við erum ekki tilbúin að ljúga fólki og segja þú færið eitthvað fyrir ekki neitt. Það er eins í útspilun okkur daginn atvinnumál. Þannig erum við mjög skýra auðlindastefnu, þar sem við erum að leggja grunn að því að fara í gjaldtöku á auðlindum, eitthvað sem að þessi ríkisstjórn hefur ekki tekist að gera. Það er náttúrulega gjaldtaka í fiskveiðiauðlindinni. Þau eru ekki til að hækka það. En hún er alltof lág. En samfylkingin lagði til að raunverulega yrði kerfið brotið upp með því að innkalla kvótan hægt og rólega vegna þess að nú er þetta kerfi, það hefðu marg ákalla, ekki bara það að almenningu fengi ekki nógu mikið fyrir auðlindina, heldur líka væri bara svona eitur áhrif í kerfinu sem að væri í þessum kvóta sem að væri úthlutað til hans tíma og það var stefna samfylkingarinnar og er stefna samfylkingarinnar. Það sem að stendur í bakka út úr kerfi. Sko, það sem að er í stefnu samfylkingarinnar er fyrst og fremst lögð áhersla á að þjóðin fái stærri skerf og fulla auðlindarentu. Síðan er talað að ein leið að því markmiði sé að fara fyrningaleið, skilur. Sem að flokkurinn talað fyrir á stofnun. Það er ekki allir í samfylkingunni Smári sem hafa stutt þá leiða markmið. Þetta er ein leiða markmið og það sem við höfum sagt núna, og ég bara verið hreinskilin þá og mun bara segja það hér, að þetta er leið sem samfylkingin fór fram með í hreinni vinstristjórn 2009-13 eftir algjört þrot hér í samfélaginu þegar að nýfrjálshyggjan féll og sko ef einhver tíman fólk upplýði tíma til breytinga til að gera eitthvað, hún kom því ekki gegnum eigin ríkisstjórn og sko ég vil sjá að við komumst áfram í ákveðnar áttir á næsta kjörtímabili. Ef ég sé fyrir mér að þetta sé ekki möguleiki, þá vil ég ekki að við séum strand, við fáum vondaríkistjórn, við fáum samansafn flokka, mögulega sem samfylkingin er þar sem við komumst ekkert áfram með mál. En ég veit fyrirvíst að við getum hækkað veglega þetta veiðigjald og ég veit líka, hafandi talað við mjög mikið fólki út allt land og líka hérna á höfuðborgarsvæðinu og þetta er jafnað fólk, að það er ekki svona upptekið að leiðum að markmiðum. Það vil réttlæti sem felst í hærri auðlindarentu, visslegur aðilar sem eru mjög uppteknir af fyrningaleiðinni og ég ber alveg virðingu fyrir því, en ég er líka að leita leiðum sem ég get skilað af mér og mér finnst mikilvægt að við fáum stærri skerf af auðlindarentunu inn þannig að við getum fjármagna ákveðna hluti og staðið undir því.
Það sé ekki hægt að brjóta úr kerfið en það sé hægt að innheimta meira. Það er hægt að gera breytingar á ákveðnu þáttum á kerfinu án þess að boða algjört uppbrot og ég held að við verðum bara að vera að raunsa hvað það varðar, að ef við ætlum að stíga skref til framfara þá þarf maður stundum að gera það í varlegum skrefum til þess að við komumst áfram og ég er alveg tilbúin að tala fyrir þannig leið. Ég hef líka að tala fyrir því að það er breytingar sem þarf að gera. Það er taka að minnstakosti áratug. Ég þarf ekkert að vera þar í stafni allan tíman í samfélkingunni en ég veit bara að það er miklu vanlegri til árangus að búta verkefni niður og reyna að gera minna en skila því af sér af því að þetta geta verið stórkostlega breytingar. Þannig að við höfum lagt fram þessu útspil með mjög skýrum markmiðum í heilbrigðismálunum, við viljum leggja miklu meira fjármagnin í kerfið, við erum að tala fyrir réttlátari skattheimtu, við erum að tala fyrir auðlindagjöldum í ferðaþjónustu, í orku, í fiskeldi, hærri gjöldum þegar það kemur að fiskveiðiauðlindinni, við erum að tala um breytta atvinnustefnu sem dregur úr félagslegum undirboðum, fer vel með fólk á vinnumarkaði, við erum að leggja fram mjög skýrar pólitíska línur sem að andstæðingar okkar sem hafa verið við völd í langan tíma taka ekkert endilega undir en við viljum bara séu skýra línur. Það sem þið leggja núna er miklu nærð því sem er bara meginstraumur íslenskra stjórnmála sem er núna heldur en var áður. Það er ýmislegt sem var sérstakt í samfélkinguna sem er eiginlega ekki í þessum áherslum eitthvað lengur. En ég meina það er ekki meiri meginstraumur, ég meina hvað er meginstraumur Smári? Er meginstraumur að endurspegla vilja og þrár og vonir þorra almennings eða er meginstraumur eins og staðan er núna í dag? Nei, meginstraumurinn er einmitt ekki að 70% af almenningi vill ekki kvótakerfið. En það er meginstraumur stjórnmálanna að sætta sig við kerfið og gera lagfæringar á því á meðan að meginstraumur almennings, eða svo meginþorri almennings vill eitthvað allt annað. Sko nú ætlum ég ekki að takast á einstaka leiðir að markmið. Það er auðvitað þannig að þó að stór hluti fólk eru ósátt við kvótakerfi þá er það, get ég sagt þér, af mjög mismunandi ástæðum. Það fer eftir hvern þú talar í kerfinu við, sko. Hvar þú talar, það er önnur afstátt á landi heldur niður í 101. Nákvæmlega. Og þessna þarf þú að finna, og það er bara hlutverk mitt sem forystumar í stjórnmálum, að finna leiðir þar sem við getum komist áform og barist fyrir okkar verkefni. Það breytir því ekki að það er mjög mikilvægt að hafa hana aktivisma, hvort sem það er í grassrót eða fyrir utanflokki eða annað, þannig að það þrýstir á stjórnmálamenn. En í lok dags þá er mitt hlutverk og hlutverk stjórnar í stjórnmálaflokki að finna leiðir, farsælar leiðir að markmiði og skila því á okkur. En er ekki hlutverk samfélkingin að breyta samfélaginu? Þetta tel ég vera nú bara umtalsverðar breytingar sem við höfum lagt fram. Þetta eru með stærri samfélagsbreytingum sem við erum að leggja fram sem að sést í langan tíma. Við erum með skýra sýn að ég styrkja hérna velferðarkerfið í anda Norðurlandana. Við erum núna að fara inn í húsnæðis- og kjaramálin til að mynda, þar sem við ætlum að fara mjög ítarlega og erum með mjög flott fólk úr verkalýðshreyfingunni, líka úr háskólanum, almennt launafólk með okkur í þeirri vinnu til þess að styrkja kerfin okkar og við erum tilbúin að leggja mjög mikið að veði og ég get alveg sagt að það er til dæmis vinstriflokkur núna, svo kallar vinstriflokkur núna í þessari ríkisstjórn sem eru algjörlega lagt þessi velferðarmála hliðina og leyft öðrum flokkum einhvern veginn að láta eins og, láta eins og þetta sé ykkur aukaðri að tala um velferðarmál og skatta Smári. Við erum alltaf að takast á með eitthvað annað en velferðarmál og skatta. Mér finnst það skipta rosalega miklu máli að velferðarsinnar, félagshyggju flokkur sé með þetta á hreinu. Já, Kristján, ég get ekki hælt samfélkingunni fyrir það að vera að fara núna í að móta stefni í húsnæðismálum. Það búið að vera húsnæðiskreppa síðan, það búið að vera blóðu húsnæðiskreppa síðan 2011. Þú sérst að hæla mér. Það sömuleyti húsnæðiskreppa sem var til í ríkisstjórn samfélkingunni. Við erum með fullt af hugmyndum sem hafa komið fram á vettvangi samfélkingarinn undanfarin áratug. Ástæðan fyrir því að við erum að skerpa á þessu núna er að við erum ekki búin að vera í ríkisstjórn í áratug og við viljum koma fram bara með mjög konkrétt tillögur inn í það form sem að við erum að móta núna með heilbrigðismálunum, með atvinnumálunum og með kjaramálunum. Við viljum vera með samfullu í þeim útspilum sem við erum að leggja fram, vegna þess að við viljum að heildarmyndin gangi upp. Þannig að þetta er ekki sanngjarnt frá þér að stilla því þannig að við höfum enga skoðun á þessu. Þú veist að vel... Þú sagðir að þið væri að fara í húsnæðismálin og það... Já, en við erum að fara... Húsnæðismálin eru með mörgu sem er komað hingað, er bara alvarlegasta málið í íslensku samfélagi. Ég er alveg 100% sammálið það. Við höfum lagt núna ítrekka fram breytingatillögur við fjárlögin sem að snúa til dæmis á húsnæðismálunum, hvort sem að snýra húsnæðisbótum,
vaxtabótum, leigubremsu, Airbnb-breytingum, bara núna síðast fyrir jól töluðum við fyrir mikið af þeim úrræðum sem birtust núna inn í kjarasamningu stjórnvalda, en það alltaf aftur sama sagan svo þú veist vel, það engin vilji til að fjármagna þetta, svo snýr fólk sér við og segir, við fundum svigrúm í ríkisfjármálunum vegna þess að við ætlum að bíða með úrræði fyrir öryrkja 9 mánuði. En það líka þannig að í húsnæðismálum að þá vantar kannski líka tillögur breytingar á kerfinu, að það var lagður hér bara fyrir 20 árum niður hinn opinberi lánasjóður, raunverulega. Það hið opinbera ekki þáttakandi í uppbyggingu húsnæði, þannig að hið opinbera hefur dregið sig út úr húsnæðismarkaðum sem að fyrir, ég veit ekki hvort þú vilji vera það, klassískur jafnaðarmaður og svona 20-aldar jafnaðarmaður, þá það náttúrulega bara galin hugmynd. Já, ég bara alveg sammála. Mestu mistökin eða stærstu mistökin sem voru að gera í sínum tíma var niðurlagning verkamannabústaðakerfisins. Það var íbúðalánasjóð. Já, en það var auðvitað þannig. Já, ég kannski nefni sérstaklega verkamannabústaðakerfi vegna þess að það sem er alvarlegt er að á sínum tíma þá var hið opinbera inn á framboðsliðinni, það var inn á uppbyggingarliðinni, það var ekki bara inn á fjármögnunarliðinni, vegna þess að það sem gerist auðvitað er að þegar verkamannabústaðakerfi er lagt niður og íbúðalánasjóð tekur við og segir, í staðinn fyrir að við byggjum og við sköffum húsnæði þar sem að fólk getur annarkvort dvalið í ævilangt ef að bara aðstæður eru þannig því miður að það þarf á svona húsnæði að halda eða það getur byrjað sín fyrstu ár í þessu og fengi breyk og komið sín í eigin húsnæði að þá farið í það að leggja það niður og setja fjármunni í að hjálpa fólki að fara út á almennan húsnæðismarkaði með lánveitingu og þá byrjar þessi gírun á skuldsetningu, þá ríki komið eins og þú veist manna best í samkeppni við síðar bankan og þess aftar og það allur fókus á peningunum að því að hjálpa fólki á að skuldsetja sig og gíra sig upp til eignast húsnæði og það engin að taka samfélagslega ábyrgð á því að það sem er byggt fara á rétta staði, það voru stór mistök, það breytir því ekki held að sérlega rétt sem þú segir að það þarf einhvers konar nýtt úrræði á borð við íbúðalánasjóð fyrir einstaklinga sem að komast ekki gegnum hefðbundi greiðslumat. En ég geld varhug við það að allar lausnir sem við erum með á húsnæðisliðinni snúa að því að hjálpa fólki að skuldsetja sig meira. Þess að það þarf hefur opinberað með einhverjum hætti að byggja, hvort sem það beint eða með stuðningi við einhverja sjálfseignarstofnanir eða hvað sem eins og við gert annars. Það hefur hvergi gerst í heiminum að lágtekjufólk eða lægra millitekjufólk hafi getað eignast húsnæði þar sem að húsnæðismarkaðurinn sjálfur er óeftur og það sem að lánamarkaðurinn er óeftur. Ég er alveg sammála. Þetta er ekki hefðbundin vara, þetta er ekki hefðbundin markaðsvara, þetta er heimili fólks og ég held að í því samhengi þurfa að taka bara alvarlega umræðum það og þetta er eitt af því sem ég vil að þessu húsnæðishópur skoði ennþá betur, taki þetta úr svona hugmyndunum í eitthvað konkrét að það séu sett bara höft á fjármagnsvæðingu húsnæðis að sko þetta sé ekki orðin eða verði ekki áfram svona einhver hefðbundin fjárfestingavara meiri sé bara fyrir efri millistétt sko og nú ætlum ég ekkert að gera athugasemd við fjárfestingar ákvarðanir einstakra aðila. Það er eins og með svo margt í svona samfélagsgerð að auðvitað tekur fólk bara ákvarðanir og er ekkert endilega hugsa stóru myndina. En stjórnvöld bera ábyrgð á því að skapa ekki umhverfi, stemningu, viðmót hjá fólki þar sem að þetta er orðið að fjárfestingarvöru og að fólk sem er með eitthvað umfram hafi þá ekki aðra leiðir til að fjárfesta. En frekar nú en áður, þannig að þetta magnast bara þetta ástand. Já, en ég meina en ekki þá sko leiðir til að fjárfesta í íslensku atvinnulífi eða litlum fyrirtækjum eða þess aftar dæmi sko. Þetta sé fjármagn sem renni inn á þennan markað í svona spekulation formi er mjög alvarlegt. Það er hægt að setja höft á þetta og þetta er eitthvað sem þarf alvarlega að skoða. Herðu, ég ætla að fara aftur í breytingar á stefnu, hvernig það eru og það sem eru oft verið sagt við þetta borð með mörgum viðmælendum er að þú sett að breyta samfélkingunni, svona raspa af henni þau horn sem að rekast í síðu íhaldsins, Evrópumál, stjórnarskrána, fyrningarleiðina núna og fleira. Að þú sett eiginlega að gera það sem að heitir upp í Valhöll, að gera samfélkinguna stjórntæka sem er hugtæk sem að þeir búa til. Það þýðir það að það eru þeir flokkar sem eru til í að falla fram og taka upp okkar stefnu. Hvernig svarar þessu? Og það er meiri segja fólk inn í Viðreisn að tala hægri sveiflu
samfélkingunar, þannig þetta er ekki eitthvað sem kemur bara út úr rótagum sósíalistum. Þetta er náttúrulega svo sem komist að ekki það að ég verið að eyða tími í að tala hvað aðri flokkar segja mig, eða okkar flokk, en ekki hvað. Það eru allir að reyna að finna eitthvað form af því. Þetta er almennt, þetta er ekki bara fólk úr tilteknum flokknum sem að reyna að grafenda samfélkingunni, þetta er bara tilfinning sem fólk hefur, það er hægri beygja í gangi. Já, ég horfi ekki á ESB sem hægri vinstri mál. Ég horfi ekki á stjórnarskrána sem hægri vinstri mál, skilurðu? Og ég horfi ekki endilega á fyrningarleiðina per se sem hægri vinstri mál. Ég meina, við vorum með VG í ríkisstjórn, með samfélkingunni síðan tíma og fyrningarleiðin komst ekki í gegn. Viðreist telur sig vera hægri flokk og tala fyrir fyrningarleið. Sko, ég horfi ekki á þessi mál sem hægri vinstri mál. Þetta eru hins vegar mál sem eiga það til að kljúfa þjóðina og ekkit endilega eftir pólitíska ástnum, heldur búsetu, stundum líka, svona ákveðnu gildismati sem hefur ekki endilega að gera með hægri vinstri eða velferðarmál, atvinnu, stöðu og þess aftar. Þjóðirnis ástæðum? Já, ég veit ekki, það er fólk sem er mjög alþjóðlega sinnað sem að hefur samt efasemdir Evrópusambandi og ég held að við verðum að passa okkur í því að þú getur alveg haft einhverjar efasemdir varandi Evrópusambandi. Ég segi það sem sjálf Evrópusinni, fólk sem er ekki hlynnt eða ekki sannfært Evrópusambandi, myndum mér ekki þetta í huga stimpla per se sem þjóðerni sinna. Sko, við erum svo fljót að grípa í svona hugtök og það er eitthvað sem að fólki almennt hugnast ekki. Það sem mér finnst skipta máli er að sérstaklega í þessari ríkisstjórn þá var einmitt losað það samband að láta eins og velferðarmál og fjármögnun þeirra stóru kerfa, heilbrigðismál, almannatryggingakerfið, þar inni staða öryrkja, eldri borgara, ungs fólk á húsnæðismarkaði, allir þessir þættir og fjármögnun þeirra hvort sem er gegnum auðlindarentu, réttláta skattlagningu, fjármögn og þess að þar. Þessu hefur bara verið kippt úr sambandi á meðan að vera að takast á stjórnarskrá eða Evrópusambandið. Og mér finnst bara skipta máli að við erum komin á þann stað í pólitík að stórir málaflokkar eins og þessi sem ég var að nefna, almannatryggingakerfi, heilbrigðismál, húsnæðismál, hlutir sem snerta fólk í daglegu lífi, ef þau eru ekki að komast áfram, þá þarf stundum að bakka, aðeins að hreinsa borðið og fókusa. Það þýðir ekki Smári að sé ekki 1000 hlutir sem að ég myndi vilja gera, en það breytir því ekki að ég vil sjá árangur. Ég vil ekki bara tala fyrir ykkur sem lætur minn flokk líta tímabundi vel út. Ég vil að jafnaðarfólk komist í ríkisstjórn og við fáum velferðarsinna ríkisstjórn og til þess þarf stundum að aðeins eiga við svona þá línu sem þú ferð, en þetta er kjarni jafnaðarmennsku. Þannig að ég er svo ósammála því að þessi kontrast sem er raunverulegur við sjálfstæðisflokkin, hann er raunverulegur þegar kemur að velferðarmál og skattamálum, sé leið til að nutta sig upp að sjálfstæðismennum. Það eru Evrópusinnaðir sjálfstæðismenn, það eru meiri segja sjálfstæðismenn. Það er meiri sjálfstæðismenn sem eru tilbúinir að sjá breytingar á stjórnarskráni og líka breytingar á kvótakerfinu. Það er líka svona kristilegi demókratarinn í sjálfstæðisflokknum sem eru til í að styrkja velferðarkerfið og þeir kalla gamla í góðu sjálfstæðisflokkurinn. Já, ég meina enda var sjálfstæðisflokkurinn einu sinni 40% flokkur og talaði sig sem stétt með stétt og eflaust var einhver partur á honum sem er komið núna inn á miðjuna, skiljið. Ég meina við erum bara alveg hreinskilin með það. En má ég varðandi hægri og vinstri og Evrópusambandið. Ef ég leyfi mér að hugsa svona eins og samfélkingarkrati, að þá var lagð áhersla á þessi mál vegna þess að þetta snerist völd, þetta var valdabarátta inn í íslensku samfélagi. Það var rík trú hjá krötunum að það að gangin í Evrópusambandi myndi kæmi inn aukið almennings, almenn sjónarmið gegn ofurvaldi auðvaldsins, sem að þau kannski notuðu ekki það orð kratandir, að það væri hluti af því. Og það sama mátti segja stjórnarskrána, að það er þú segir þess ekki hægri og vinstri, en það er, ef maður reynir að horfa á þetta frá svona kratísku sjónarmiði, það verður bara víst. Það er nýja stjórnarskráin tryggir aukinvöld almennings á móti sérhagsmununum, auðvaldinu eða valdastéttinni eða hvað þú vilt kalla það. Þannig að þetta voru raunveruleg svona hægri og vinstri frá sjónarmiði kratana.
Að þetta myndi styrkja stöðu almennings gagnvart ráðandi stéttum. Já, og ég meina, ég ætla ekki að gera lítið úr þeim sjónarmiðum. Varðandi stjórnarskrána hins vegar staðan sú að það vita allir að það mál hefur verið stopp núna í sko rúman áratug. Varst þú ekki í morgun og fundið á Bjarna? Já, það er mitt máli. Og ég meina, það verið að reyna að leita einhverja leiða. Ég er ekkert að segja, við Bjarni séum sammála í öllum þeim sjónarmiðum. En sko, er það allt eða ekkert? Á ég ekki að taka undir neitt sem vilji til að gera breytingar á, verðan þessi prinsipun ætla ég að fara í allt. Það er að myndast meirihluti fyrir því, meðal mjög margar flokka á Alþingi, að gera afmarkaðar breytingar á stjórnarskránni, og Samfylkingin hefur lýst sig áhugasam að taka þátt í því verkefni vegna þess að við viljum sjá ákveðna betrumbætur. Við veitum að tekur líka langan tíma að gera breytingar á stjórnarskrá, vegna þess að það þarf að rjúfa þing og það þarf að kjósa aftur og það þarf að koma í gegnum annað þing. Þannig að sko, það að við höfum ákveðið að búta þessa vegferð niður þýðir ekki að við séum afhugaðni. Þetta snýst auðvitað fyrst og fremst að hvað er aðalmálið á dagskrá. Varðandi Evrópusambandi, ég skil alveg þetta sjónarmið. Það eru kostur við það gangi Evrópusambandi til að mynda að tala völd. Varðandi til dæmis stöðu fjármálafyrirtæki í landinu. Ég er full meðvituð það að sko, það kemur engin erlend samkeppnin á íslenskan bankamarkað á meðan við erum ennþá með íslenska krónu. Þetta er engin hræðslu áráður, þetta er bara staðreynd. Af hverju ætti ykkur að koma hér og opna útibú í landi sem er minna en smábar einhvers staðar út í heimi. En það breytir því ekki að við stöndum frammi fyrir því að síðast líka þegar að það var ætlað að fara í þessa vegferð, þá gekk það ekki gegn. Í dag er það ekki þannig að meiri hluti landsmanna er fylgjandi þessu. Já, algjörlega, og það er jákvætt. Kannanir hafa sýnt. Það er kannski ekki jákvætt, þetta er að yfirleitt þegar fólk er uggandi fjárhagslega afkomu sína, þá eykst viljinn til að ganga Evrópusambandið, meðal annars út af svolítið svona, ég vil líka við að segja, svona falsku væntingu sem eru byggð upp gagnvart því. Það sé einn töfralausn að gangi ég er alveg sammála hvað þetta var og mér finnst það vont mér finnst það vont að Evrópusambandi sé selt sem töfralausn, skilurðu. Við eigum líka, ef að það er vilji til að ganga inn í Evrópusambandi, þá eigum við að gera það þegar við stöndum sterkum fótum og við vitum hvað við viljum. Við erum ekki að gera það í einhvers konar neyðarástandi. Mér finnst ekki gott að keyra á Evrópusambandið undir kringustæðum þar sem að fólk er í einhvers konar örvæntingu. Þannig að það er ekki rétt að láta eins og allt verði bara í himnalagi þú gangur inn í Evrópusambandi. Í dag er það þannig að kannanir hafa sýnt að það er þriðjungur með, þriðjungur á móti og þriðjungur hefur ekki sterka skoðun á þessu. Verkalýðshreyfingin hefur ekki verið samstíga hingað til í þessu máli. Atvinnurekendur heldur ekki. Að mínu mati þá ákallið eftir þessara umræði að koma annar staðar en úr pólitíkinni. Ég er á þeirri skoðun. Ég get síðan haft persónulega skoðun og Samfylkingin er ennþá Evrópusinnaði flokkur, en þeir eru við EES, viljum vera áfram í EES og viljum áfram vera í alþjóðlegu samstarfi. Og óbreyttu myndu aldrei ná þessu í gegnum íslenskt stjórnmálaumhverfi. Mér finnst bara mikilvægt að ég geti horfst í augun á einstaklingi, konu sem hefur kannski áhyggjur af því að vald verði fært frá hennar nærsamfélagi til Brussel, af því að sagan segir að alltaf þegar verði gerði kerfisbreytingar hefur allt valdið farið frá ákveðnum svæðum landsins, annarkvort beint inn í höfuðborgina eða út úr landi. Skilurðu? Og fólk hefur alveg ástæði fyrir því að hafa áhyggjur. Sjáum þetta bara í sameiningu sveitafélagi hérna. Það er yfirleitt veikara sveitafélagi sem tapar. Fólk hefur bara áhyggjur af þessu. Og sko, hver er ég að tala fyrir svona stórkostlegri kerfisbreytingu ef að ég er að stýra flokki sem hefur ekki verið við völd í áratug? Sko, það skiptir lykilmáli í pólitík og í þessu verkefni sem Samfylkingin er að vinna sér inn traust fólks og þá verður að geta sýnt fram á árangur á fyrstu árum þess að þú ert í ríkisstjórn og þú ferð umboð til þess. Þess vegna finnst mér mikilvægt að við séum eitthvað í hendi sem er nær fólki, krefst ekki þess að fólk upplifir að við séum að fjarlæga vald allt og langt frá því, eitthvað sem skapar ótta hjá fólki og þegar við erum komin að stað í það vegferð, ef það er vilji hjá fólkinu, ef það er að skapast meirhluti fyrir því, ef samræðunar eiga sér stað út í bæ, þá mun ekki stranda Samfylkinguna að tala fyrir því. En ég ætla heldur ekki að halda því fram að ég sé fyrst Evrópusinni svo jafnaði mér. Ég er sósíaldemókrati í grunninn, Evrópusambandi er
angi af þeirri stefnu sem hefur verið meðal sósíaldemókrata, en það eru líka sósíaldemókrata sem eru ekki í Evrópusambandinu, skilurðu. Sósíaldemókratar hafa minni völd bara inn í Evrópusambandinu. Já, en ég held að skipti bara... Núna verður kosið í sumar og það er bara líkur á því að það verður bara allt önnur tegund heldur þú sem að náðu þar völdum. Já, ég er bara mjög uggandi yfir því og hef áhyggjur af stöðu minna kollega í Evrópusambandinu hvað það varðar. En ég ætla ekki að selja fólk þá mynd að Samfylkingin sé eins máls eða 2 máls eða 3 máls flokkur. Þetta er breið hugmyndafræði sterka velferðarstjórn, hagstjórn, aðra efnaðarstjórn sem er skýr valkostur við núverandi stjórnvöld og mér finnst bara allt í lagi og skipta rosalega miklu máli í svona stórum flokki eins og Samfylkingin er að verða aftur, að það séu ólík sjónarmið þarna inni og það mun bara verða áfram ef það gengur vel. Pólitíkalistins mögulega og þú ert svolítið að benda á að það er bæði að eins og í Evrópumálum að það verður bara að skoða afstöðu fólks á Íslandi. Við erum ekki beint í svona þeim, það er bara ekki svo stemming, það er ekki svo krafa úr þjóðlífinu að þetta mál sé á dagskrá sem er þú beygir undir það. Síðan er það listins mögulega hverju þú getur náð í gegnum svona pólitíska kerfið á Íslandi og það eru svona sumál sem getur náð, ekki kannski djúpum kerfisbreytingum, en þú getur náð svona lagfæringum. Og þetta þú talar svolítið það, þess að það verður að búa til væntingar sem að passa miðað við stöðun en ertu þá ekki að fórna því sem að þínir flokkar, af því að Samfylkingin er búin til mörgum flokkum, voru stofnað til að breyta samfélaginu í grundvalda þáttum, að auka völd almennings mikið, að bæta kjör almennings mikið. Já, nei, ég er ekki sammála því. Ég er ekki sammála því. Ég er bara mjög meðvituð að pólitískt kapital er takmarkað, skilur. Og ef þú lofar öllum allstaðar og of skömmum tíma og stendur ekki undir því, þá er þetta verkefni búið. Það er bara einfaldlega þannig. Og ef að velferðarsinnar flokkar ætla að eiga sér framtíð við stjórn landsins, þá verða þeir að vera tilbúinir að anda sig í gegnum verkefnið og ekki upplifa að þau fá bara 1 kjörtímabil til að stjórna og þau þurfa að koma öllu í gegn á einu kjörtímabili. Það er það sem að íhaldið er að vonast eftir, að vera keyrt á of mikið, missir allt úr höndunum, það verður stjórnleysi og fólk halda sér ekki hægt að gera þetta almennilega. Og það verður að vera sjálfstraust hjá flokkum eins og Samfylkingunni. Við getum ekki látið íhaldi alltaf að segja okkur. Það hefur ekki verið meiri samfélagslega röskun heldur en undir stjórn þeirra á nýfrjálshyggjutímanum heldur en að ég hef upplifað og ég er eldri en þú. Nei, en ég meina, ég er ekki að láta einn ég neitt segja mér. Meiri hlutin af þeim málum sem við erum að leggja áherslu á er að koma krafa úr þjóðfélaginu frá hennum almenna launamannismári. Þetta eru málefni, heilbrigðismálin, þessi velferðarmál, réttlátt skattlagning. Þetta er það sem er ofarlega hjá megin þorra fólk sem er velferðarsinna. Það hefur þetta skoðanir á hinum málunum, en þetta eru hlutir sem fólk áttar sig ekki á akkur við höfum ekki séð breytingar í. Og að halda því fram að þetta sé ekki stórar breytingar, að fara í breytingar á skattkerfinu, að fara í breytingar á fjármögnun og heilbrigðisþjónustu, almannatryggingakerfi, húsnæðismálunum. Þetta er einn stærsta einstaka kjarabóta fólks. Nei. En punkturinn minn er, til þess að þetta sé komið, það er ekki alltaf nákvæmni í því hvað þið ætla að gera. Til þess að þetta sé komið, þá þarf að velja og hafna. Og ég vil bara að við getum staðið undir því sem við segjumst ætla að gera. Þannig að ég er líka mjög meðvituð mína ábyrgð, sem er með ólíkum hætti en stakra aðila kannski sem eru skráðir flokkin. Ég er kosin til forystu til að leiða þennan flokk. Ég kosin til forystu líka á svona ákveðnum grundvelli og plattformi breytinga og það er mitt að bæði skila flokknum í ríkisstjórn en líka skila af okkur alvöru breytingum og þá verði ég líka að hafa ákveðin aga í því að segja ekki bara allt sem mig langar til að segja fólk vill heyra, heldur að reyna að stilla verkefni upp með þeim hætti að það er trúverðugt, fólk veit hvað það fær og það veldur ekki vonbrigðum vegna þess að það er líka ákveðin saga vonbrigða sem felst í sér að lofa of miklu og of skömmum tíma. Þannig að við verðum þá bara að vera ósammála í því að mér finnst það að fara í breiða, umfangsmikla auðlindastefnu
hækkun á gjaldtöku í stórum auðlindagreinum, verulega aukningu í fjármagnun á heilbrigðiskerfinu, stórkostlegum breytingum á húsnæðismálum sem við ætlum að tala fyrir, réttlátri skattlagningu. Ef okkur tekst að ná þessu í gegn, Smári, þá eru rosalega breytingar sem átt sér stað í íslensku samfélagi. Þetta ekki allt komið fram og svo áttu eftir að semja við aðra flokka til þess að ná þessu fram. Algjörlega. En þú talar pólitíska inneign og ég myndi halda að þú værir svo manneski í Íslandi sem ætti mesta pólitíska inneign núna. Einu sinni átti Katrín Jakobsdóttir pólitíska inneign en hún sködduð. Við sjáum eins og mikið vandamál í sjálfstæðisflokknum að vera með forystu sem á enga pólitíska inneign. Það það getur verið bara þrautinni þyngra að vera í pólitík og vera búin að tíninni, inneigninni. En svo mikla pólitíska inneign og þú ætlar að nota hana til þess að ég ætla ekki að segja að gera samfélginu stjórntaka, en það að sníða af henni svona einhver horn sem að rekast í aðra flokka eða passa ekki akkurat við svona stemmingun í samfélaginu hverju sinni, þannig að samfélginu getur gengin í ríkisstjórn, náðu einhverjum árangri, það miklum að öfugt við flesta valdaflokka í Evrópu mun halda fylgi sínu eða auka það í næstu kostingum. Er það það sem þú ætlar að ná með þín inneign? Það sem áhugavert við þessa framsetning á pólitísku inneign, hvaðan kemur hún? Og ég veit það ekki. Ég er ekki endilega rétt að mannskjæn til að svara því. Kannski verður gefin hún, kannski vanstæður hann ekki inn. Spurningin kemur hún til verðan sem fólk sér að við erum að velja ákveðna leið. Við erum ekki að segja allt fyrir alla allstaðar, heldur við erum að vera öguð, við erum að reyna að sýna hvernig við munum vinna og við erum bara raunsæ og pragmatíski á varandi ákveðna hluti til þess að koma ákveðnum breytingum í gegn. Svona, ef þú myndir spyrja mig persónulega, þá myndi ég telja að pólitíska inneignin komi einmitt til vegna þess að ég og stjórnin höfum bara verið mjög hreinskilin við það, hvað við treystum okkur í og kannski hefur það bara að gera líka með mitt upplag og fólk, það er bara í góðu lagi að fólk hafi skoðunar á því Smári en ekki hvað þeim eru opinber manneskja, en ég er þannig að upplagi sjálf og ég fengi stuðning fyrir það í stjórninni og það er ekkit ég eins sem ræð, ég er með ritara, varaformann, ég er með þingflokksformann, ég er með fólk allstara á landinu sem kemur inn í þá stjórn, en ég vil ekki tala fyrir ykkur sem ég veit að er ekki gerlegt á næsta kjörtímabili. Það þýðir ekki að allt sem að ég tel að sé gerlegt komist í gegn. Það þarf vissulega að fara í ríkisstjórnarsamstarf og sama hversu stór samfylkingin fyrir við alltaf í fjölflokka ríkisstjórn. En ég er bara þannig að upplagi sjálf, en líka vegna þess að ég veit á hvaða tímamótum samfylkingin stendur á og líka velferðarsinnar félagshyggjuflokkar að þetta verkefni mun standa og falla við því að við getum skilað af okkur því sem við segjum við fólk. Og þess vegna er ég frekar tilbúin að segja minna og tala stóra hluti og færri málaflokka, skila því af okkur, fólk fái trú á stjórnmálum og trúi því að við getum stjórna með öðrum hætti frekar en að taka á öllum þessum málum sem heitasta kartöflan hverju sinni. Ég ber alveg virðingu fyrir því. Ég ber alveg virðingu fyrir því að fólk getur verið ósammála þessari nálgun, en þetta er nálgun sem forysta flokksins hefur treyst sér að fara í og maður verður bara að vera hreinskilin með það. Þannig að varðandi pólitísku inneignina, ég lesa sem svo að fólk kunna meta þessar áherslur, að við setjum það bara hreint á borðið með útspilum, fyrst í heilbrigðismálum, svo í atvinnumálunum, svo næst í húsnæðis- og kjaramálunum og fólk viti hvað það fær. En mér finnst líka fullkomlega eðlilegt, ég veit ekki hvernig það er, þegar þú hefur kosið áður en að þú varst svona virkur í pólitík, ég ólst nú ekki upp í pólitík. Það var ekki þannig að þegar ég kaus flokka ég hef verið sammála öllum í einu og öllu. Maður var að reyna að kjósa einstaklinga og kjósa flokka og erindi sem að maður svona almennt gat samsvara sig við. Ég held að það síðar að séð algengara, Ólafur Þ. Harðarson leggur mikla áherslu á það að það hefði verið fólk kýs eftir lífsafstöðu sinni. Hann er alltaf að hamra á því að persónunnar í pólitík séu stórlega ofmetnar. Já, það var ekki við umræðina, það er ekki hægt að segja að það er mikið talað að Kristrún, hvað Kristrún ætlar að gera frekar en samfylking. Já, og ég veit ekki hversu miklu leyti ég kem inn í þá umræðu, maður stýrir því heldur ekki sjálfur hvernig fólk talar hann. Og við vitum ekki, auki fylgi í samfylkingarnar, hvort að það sé svona niðurbrot trúar á stjórnvöld og það fylgi fer á flakk og það leggst upp að þinni bryggju. Eða hvort að það sé að þú
lokkir fylgið að þinni byrgju. Við vitum þetta ekki, það þyrfti eiginlega að rannsaka þetta. Já, og ég meina þetta er eitthvað sem maður mun bara í rauninni aldrei vita fyrir hann á kjördag og þess vegna maður bara og allir sem eru í flokknum og ég hef sett líka skilabæðum það fyrir hann stjórnar bara með fæturnar á jörðinni. Þessu verkefni er ekki lokið, þessu verkefni verður ekki einsni lokið þó maður myndi skila þessu í hús, heldur þegar að þú ert raunverulega búin að skila einhverju af þér. Þessi staða sem gefur þér mikla pólitíska inneign og meðal annars til þess að breyta ásýnd flokksins og breyta áherslum flokksins og þú hefur það að build and they will come eins og sagt og meðan að það ástand að þá ertu ekki að glíma í þínum tjaldbúðum við samherja hvert þið að fara að þú færið svona þú erum meðbyr og hefur þar lendi svona umboð til mikilla breytinga og þetta þú ákveður að nota það til þess að breyta flokknum með þeim hætti sem við erum að fara núna. Einhver geti sagt að þegar við erum í svona ástandi eins og núna þar sem að verður eiginlega liggum við að þetta sé svona bara fall í lögmæti stjórnvalda að ríkisstjórnin núna með 30% fylgi, við erum með forsætisráðherra sem að nýtur lítils fylgis, þau eru í erfiðleikum með öll mál, þau geta ekki náð saman og nokkuð skapaðan hlut, það er inni til dæmis í sjálfstæðisflokknum er gríðalegt rót og óanægja með stefnuna og sjálfstæðisflokkur komin í eitthvað svona tilvistarkreppu einhverja. Þá myndi maður kannski velta fyrir sér, er ekki valkosturinn það sem að þú færð, tækifæri sem þú færð, að byggja upp raunverulegan valkost að móti þessu tímabili sem við erum að koma út úr, þar sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur haft ráðandi, mótandi áhrif á uppbyggingu samfélagsins, langt umfram atkvæðastegsinn vegna þess að aðri flokkar hafa komið og lyft honum til valda, Algjörlega. Að þá er það hlutverk þitt ekki bara að reisa við samfélkinguna, heldur að búa til einhvers konar ríkisstjórn á leiðinni. Já. En gallin sá að inn í þeirri ríkisstjórn ætti að vera bæði Framsóknarflokkurinn og VG. Já, ég meina það er nú kannski aðeins svo snemmt til að ákveða hverju sitin í þeirri ríkisstjórn, en ég meina þetta er bara mjög vel orða hjá þér. Þetta er það sem verkefni snýst að búa til raunverulegan valkost. En af hverju finnst mér að samfélkingin verði líkar í sjálfstæðisflokknum undir þinni stjórn? Ég er náttúrulega að horfa út á vinstri. Já, ég meina kannski að verða þess að sjálfstæðisflokknum hefur tekist að láta ákveðna einstaklinga rífast ákveðin mál í staðan fyrir grundvallarmálin, skilur? Ég nú ætla ekki að gera lítið úr alls konar málum, Smári, en þetta er mjög típist að sjálfstæðisflokkurinn er alltaf að reyna að forða sér undan umræðu velferðarmál og réttláta skattlagningu. Vegna þess að þeir vita að fólk á Íslandi er upp til hópa jafnaðarfólk, það er velferðarsinnað. Ég meina við samsvörum okkur við Norrænulöndinin. Á Norrænulöndinum er það sósíaldemókratar sem hafa byggt upp samfélögin þar. Þar eru, svona valdaflokkarnir, sósíaldemókrataflokkar og ég meina það er bara hið allra besta mál að mínu mati, vegna það þýðir að festan í þessum góðu samfélögum, ábyrðin, stjórnteknin, erfiðu ákvörðunar. Það er erfiðar að stjórna en að vera í stjórnarandstöðu. Þú getur leyft þér að segja allan skapaðan hlut. Þegar þú ert í stjórnarandstöðu. Það er öðruvísi þegar þú ert raunverulega með líf fólks í höndunum. Og öll mín samtöl sem ég hef átt við kollega mín á Norðurlöndunum, þau fela í sig nákvæmlega þennan reynsluheim. Það er mikilvægt þess að vera með stjórnfestu og ég ætla ekki að gera lítið úr þeirri stjórnfestu, en nákvæmlega, út af því sem þú varst að segja áðan, varðandi óreiðuna, sem er til staðar núna undir núverandi stjórnarfari, þá er mikilvægt að sýna að velferðarmiðuð stjórn sem skapar félagslegan stöðuleika og efnahagslegan stöðuleika mun skila líka festu og stabilitet í íslensku samfélagi. Þannig að ég held að það hafi bara ákveðin öfl einmitt í íslensku samfélagi tekist að sundra vinstra fólki í staðan fyrir sameinaða, að sundra jafnaða fólki út um allt land á stökum málum í staðin fyrir að finna hvar taugin raunverulega liggur. Ég vil sameina vinstrið, ég meina samfylkingin sem var stofnuð til þess að sameina vinstri og þegar samfylkingin var stofnuð þá voru skipta skoðunir innan flokkana sem lágu bakvið en fólk reyndi að leggja þetta til hliðar í sínum tíma. Fólk lætunst að hafa aldrei verið málamiðlan í samfylkingunni en auðvitað þegar samfylkingin var 5% flokkur þá er auðveldar að vera hér á
í þröngum ramma og vera að sammála alltaf síðasta ræðumanni. Það auðveldar að vera í litlum flokki en stórum flokki. En fyrir mér hugsjónin sú að við fáum stjórn hérna sem sameinar vinstrið. Vissulega þýðir það að það einhverju flokkar en á miðjuna sem þurfa að vera í þeirri stjórn. Ég meina, ég stýri því ekki hvernig pólitískt landslag lítur út. En við þurfum þá að geta sýnt það að við getum leitt slíka stjórn og verið sameiningar afl. Fyrir mér það lykilatriði og ég tek það ábyrgð bara til mín. En mér finnst líka bara í góðu lagi og gott að það séu það aðri flokkar á þingi eða fyrir utan þingi akkurat núna sem að beita sér ákveðnum málum, skilur, kannski mál sem að undir ákveðnum kringumstæðum við bara styðjum, skilji, en það sérhæfing. Fólk með mismunandi taktík í pólitík. Prógram sem virkar í litla salnum en þú getur ekki leyft þér á stóra sviðri. Ég meina það bara þannig að það líka ekkert óeðlilegt að sé verkaskipting í pólitík Smári. Það ekkert óeðlilegt að flokkar sem að mögulega við huga að vinna saman tali með þess ólíkum hætti til að ná til breiðri hóps, skilur. En það einhver sem verður að sameina vinstrið. Við getum ekki verið svona sundruð í langan tíma. Á þeim forsendum hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf komist til valda. Þannig að þú lítur það að eitt af þínum hlutverkum eftir að hafa fengið þessa inneign sé víðara heldur en Samfylkingin. Samfylkingi þarf að sýna að hún getur verið og leitt ríkisstjórn og verið í forystu og það þýðir auðvitað að við þurfum að horfast í augu við það að við munum þurfa að gera málamillanir í ríkisstjórn en að mínu mati og mati stjórnar forystuflokksins líka skynsamlegra að við þá byrjum að haga okkur eins og stóri flokkurinn sem Samfylkingi var gerð til að vera og taka það ákveðnar málamillanir innan flokks áður í staðin fyrir að keyra á þröngum ramma til þess eins og fara í ríkisstjórn þurfa að semja allt af okkur skilur, og geta það ekki staðundi væntingu fólks. Svo fórst til Norðurlandana. Þar erum við með dæmi sístuflokk ykkar sem hafa gert svona málameilanir. Eftir að hægrið komst til valda í Svíþjóð snemma á 10. áratugnum. Margir segja bara, gengur langt með það bara að rústa skólakerfinu og skaða heilbrigðiskerfi stórkostlega. Síðan hafa jafnaðarmenn komist til valda oft en ekkert gert, tekið þetta bara upp. Við erum með í Danmörku fræktdæmi þar sem að jafnaðarmannaflokkurinn tekur upp hægri sinnaða stefnu í innflytjendamálum. Einhverjir halda og það stundu sagt frá því eins og það hefur verið til fylgisaukningar en það bara ekki rétt. Það þetta að benda á 1,7% fylgisaukningu í einum kosningum. Nú flokkurinn bara í tómutjónu, þetta aldrei mælst lægri í skoðanakönnum heldur en nú. Þannig það ekki alveg gefið að kompromi til hægri leiði alltaf til góðs fyrir krattana. Með dæmum að þeir geta bara horfið eins og í Hollandi. Þeir eru næstu bara horfnir. Þannig það ekki það að þetta með völdin og að vera við völd, þetta ekki alltaf það sama. Þannig að það einhver leiti getum við sagt að sorgarsaga sósíaldemokratinu síðustu 30 ár einmitt þetta kompromi við valdaöflin, auðvaldið, eða hvað við tala um það, hvernig þau beygja sig undir það, að stjórnmálin eru háð á heimavelli þeirra og við verum aðlaga okkur að því, annars bara töpum við. Já, ég meina, þetta ein leið til að ramma þetta inn. Ég með aðra leið, sem það að sósíaldemókratar á sínum tíma, þegar þeir voru valdaflokkar og byggðu upp Evrópu eftirstríðsárunum, skilju, voru sannkallaði velferðarsinnaðir flokkar. Það ekkert gert í 30 ár. Nei. En býtu nú við. Þá var áherslun á venjulegt, vinnandi fólk, á velferð, á í raunni kjarnamál jafnamanna ef svo má segja. Síðan verða ákveðnar breytingar vissulega þegar kemur hægri sveifla ekki endilega inn í sósíaldemókratiska flokka per se heldur bara í samfélögunum, neoliberalismi, Thatcher, Reagan, síðan ertu með Blair og Clinton, skilur og þá ertu komin... Kratandi mistu alla fórustu. Já, þeir fara að elta hægri einhverju leiti og ég meina ég get svo sem ekki svara fyrir það er líka bara pólitísk breyting sem verður á sér stað á þessum tíma einhver leiti elta þeir það sem að ensku myndi kallast zeitgeistið og telja sig þurfa að gera það að í einhverju tilvikum skila þeim góðum sigurum eins og Blair á sínum tíma og Clinton og ég ætla svo sem ekki að vera að gefa mig út að það hefur endilega verið góð hugmynd á sínum tíma en flestar greiningar sem hafa verið gerðir á stöðu sósíaldemókrata út allan heim snúa að því að ástæðan fyrir að sósíaldemókratar hafa lent í vanda annarkvort með fylgi eða stöðu í ríkisstjórnum að þeir hafa gleymt hinu venjulega vinnandi manni, launamanninu. Þeir hafa verið fókusað á málefni sem snert ekki endilega daglegt líf
venjulegs fólks. Það einfaldlega þannig. Þau hafa verið meira í upprópunum, í stökum málum, í að hópaskipta þjóðinni, í að reyna að finna flest klofningsmál og athuga hversu mörgum merkjum þú getur bætt við þig í staðin fyrir að höfða til kjarna velferðarmála og flestar greiningar, rit, bækur og ég hef lesið mikið af þessu, þú hefur eflaust lest það líka. Ég meina, þessi fókus sem að til dæmis kom í gegnum hægri sveifluna vissulega en að mínum mati fjarlægði sósíaldemókrata frá kjarnagildum þeirra áhersla á að tala bara jöfn tækifæri til dæmis og að hver væri svona gæfusmiður það þyrfti bara að grípa gæsina. Það voru mistök á sínum tíma þess að þarna glemdur kjarna velferðarstefnuna sem undir hvaða kringustæðum fólk hefur tækifæri til að grípa þau tækifæri. Hvað skilaboð ertu að senda til fólk sem hefur ekki kostaði að elta slík tækifæri? Það þeim að kenna? Og hvað skilaboð ertu að senda til fólks sem að hafði kostaði sækja þau tækifæri? Að þetta sé bara undir þeim komið, að það sé ekki til sem þetta samfélag. Þannig að sósíaldemókratar mistu erindi sitt víða heim, fyrst og fremst eins og þeir gleymdu grunninum og það mitt mat líka að þetta hafi líka einkennt stöðu samfélkingarinnar á sínum tíma og þess vegna tekið það svo alvarlega að fara aftur í grunninn. Þannig fyrir mér snýst þetta ekki hvort sé þetta elta hægri eða aðra, þú þarft að muna hvaðan þú kemur. Og þau lendir í því með flokkun sem samfélkinguna sem var stofnuð til að sameina, til að vera stjórntækur flokkur, ekki til að vera í stjórnarandstöðu, heldur að sína festu og að skapa grundvöll fyrir velferðarstefnu í landinu. Þá þarftu að muna eftir erindu þínu í grunninn ef þú ert búin að missa það. Og flokkur sem var 30% og verður að 5% eða undir 10 eins og í síðustu kosningum, hann verður að hugsa sig og það það sem við höfum gert. Það ég sæki umboð mitt vissulega að halda áfram þessari vegferð vegna þess að það virðist vera þetta sé að ná í gegn. En auðvitað það þannig Smári að ég lýðræðislega kjörin bæði innan flokksins, ég líka og við í flokknum lýðræðislega kjörina fólkinu, annarkvort eigum við erindi eða ekki og ef við eigum ekki erindi þá það bara þannig. En þetta svo lína sem við treystum okkur til að keyra á og ég sannfærð að við getum náð breytingum með þessum hætti. Þannig að samfélkingin sem að þú vilt ég sé ekki skapa en að búa til þá eitthvað svona fyrirbrigði sem við getum kallað svona post identical stjórnmála fyrirbrigði. Af því að þá ég að meina það að þegar þú ert að lýsa þessu svolítið að það hafi gleymst í svona einstöku baráttum og við getum séð svona bara einhverja tjaldbúðir, þarna eru samkynhneigðir og þarna trans og þarna eru umhverfissinnarnir og þarna eru ýmis konar svona hagsmunamál, en það sem að gleymdist kannski á þessu tímabili var baráttan sem að við eigum öll sameiginlega inn á miðjunni og það var enginn til þess að heyja þá baráttu, meðal annars vegna þess að sósíaldemókratar mistu trúna á sósíalismannum sem var hluti af ykkar stefnu, sem að væri að við ættum einhvern veginn svona sameiginlega baráttu sem að við myndum háð og það væri grundvallaratriði að við myndum sigra í þeirri baráttu því að annars þið engir sigrar í tjöldunum því að við verum alltaf að heyja baráttuna á leikvelli hægrisins sem að, og hægriðin alltaf naut þess að og eða egna öllum upp á móti hvort öðrum. Já. Ég meina algjörlega og það partur af þessari greiningu sem hefur verið gerð, ég held að ég bara mjög vel við pólitíkan líka hér á landi að með aukinni velmegun og velsæld, skilurðu, þess að kemur tímabil að eftirstríðsárunum, sérstaklega út í Evrópu, þetta smitast yfir til Íslands, þetta staðan þá hafi ekki verið stríð á Íslandi, þá var þetta örbið og það var kannski ekki mikil velsæld, að það var eitthvað sameiginlegt, skilur, sem sameinar fólk eins ömurlegt og stríð þá það líka þannig að kapital hverfur, skilur, byggingar hverfa, eignir hverfa og fólk fer í sameiginlegt uppbyggingaverkefni. Svo gerist það að mörg af þessum löndum og þar með talið Ísland sem að nýtur góðs af þessari breyttu stefnu og áherslu og ég meina það hefur líka verið lengi vel svona sameiginlegu þráður hjá þjóðinni, lítilli sjálfstæðinu þjóð að vilja einhvern veginn halda sér saman. Að með aukinni velsæld þá koma þetta upp kynslóðir sem gleyma því hvað var barist fyrir á sínum tíma. Ja, þetta ein leið, og það þarf líka að endurvekja það að fólk muni að þetta ekki sjálfgefið. Ég meina það 1. maí á morgun, það stór hluti af ungu fólki í landinu og líka bara fólki á almennum vinnumarka á miðjum aldri sem veit ekki hverju börðust fyrir veikindaréttinum, þú veist, núna 36 stunda vinnuviku, þú veist, sjúkradögum, allir þessi þáttu, fólk heldur bara
að þetta við komið af sjálfu sér og stundum þegar við löndum á þessum stað í samfélaginu núna, varandi húsnæðismálin, varandi þróunina í svona grundvalda þáttum eins og almannatryggingakerfin og heilbrigðismálunum, þá þarf að stíga tilbaka og muna hvað það sem gerir gott samfélag og það það sem Samfylkingin er tilbúin að gera núna. Kunstinu við þetta, vegna þess að það hægt að orða þetta líka öðruvísi, að ástæðan fyrir því að við erum með þessi sundruðu tjöld, svona einstakar baráttur hér og þar sem við eigum náttúrulega að hafa, en að þær eiga ekki sameiginlega baráttu, að inn í miðjunni sem að í okkar heimsluta var svæði sem að sósíaldemókratían leiddi, að það var ekki rúm fyrir þessa baráttu. Henni auðnaðist ekki upp úr 1960 og 1970 að draga inn í sig því að hún var með einfalda mynd. Og þegar þú ert að tala að fara og finnum aftur ræturnar og segjum að ferja bara í Alþýðuflokki 1956, að þá ertu þar með stefnu og áherslur sem það eru með iðnaðarkratana, stóriðjukratana sem að vilja atvinnuuppbyggingu. Þú ítir í burtu mikið af réttlætismálum síðustu áratuga sem að mannréttindabaráttu síðustu áratuga. Þú jafnvel ítir í mannréttindabaráttu innflytjendamálana, að þau verða svona aukamál, ekki meginmál. Það verður of einföld mynd hvað þetta venjulegt fólk af því að þú notar svo mikið það hvað venjulegt fólk vill og vísa til svona einhverja næstu svo tökli meiri hlutin eða eitthvað sem að vill ekki færi að vera í einhverjum æsingum í litlu Já, ég er ekki sammála því Smári. Venjulegt fólk getur verið alls konar en venjulegt fólk er ekki oftast, þú reyndar standuði mjög vel að fá alls konar fólk til þín venjulegt fólk Við hægrið þá tökum við umræðuna venjulegt fólk Hægrið er alltaf hvart yfir þessi umræða sem ekki tekin í útvarpsþáttunum að tala heitustu mál hvers tíma skiljiði. Venjulegt fólk er og þarna þarf fólk líka að passa sig sem á okkar vænga hvernig sem vill stilla því upp að vera ekki svona fljótur að vaða inn í skilgreiningar af fólki það er alls konar venjulegt fólk í kringum mig og í mínu flokki og í minni fjölskyldu og fólk á ekki að þurfa að draga upp dæmum þennan sem það þekkir og hinn sem það þekkir þegar við erum að tala venjulegt fólk þá erum við að tala fólk sem er ekki elita á Íslandi, hvort sem er menningarelita eða fjármagnselita, heldur fólk sem er bara í sínum daglegu störfum og getur verið víða. Varðandi mannréttindabaráttuna. Samfylkingin hefur alltaf verið mannréttindaflokkur, er það ennþá, en ég get alveg sagt þér það að það eru ákveðin hluti í mannréttindabaráttunni sem er ekki, þetta er ekki klopningsmál við sjálfstæðisflokkin. Ég meina, hver keyrir á það í kosningabaráttu, réttindabaráttu, samkynhneigðra til þess að reyna að kljúfa sjálfstæðisflokkin. Það eru ákveðin mál í íslensku samfélagi guði sé lof, þráttur að sé bakslag sem er alvarlegt og á að gera athugasemdir við. Þá guði sé lof búið samt í þannig samfélagi að þetta hafa ekki verið málin sem hafa verið rædd á hennu pólitíska sviði til að reyna að kljúfa fólk. Þannig að þegar ég er að segja hver er munurinn á almennilegur valkostur í íslenskum stjórnmálum þá er það í þeim málum þar sem er raunverulega pólitískur ágreiningur það þýðir ekki að þurfa ekki að ræða mannréttindamálin en það breytir því ekki að þegar það hefur verið ákveði rými eða gat eða ákveði holrými þegar kemur að því að fókusa á svona alvöru valkostin í velferðarmálunum þá þarftu stundum að vera með augun á þeim bolta. Það er alltaf og mun alltaf vera ofboðsleg áhersla á mannréttindi hjá Samfylkingunni, mun vera það áfram og fólk veit að skiptir líka verkum í Samfylkingunni. Ég er ein í 6 manna þingflokki Smári. Maður getur ekki alltaf tekið þátt í öllum sérstökum umræðum. Það er auðvitað það. Þannig að það þarf að skerpa sumstaðar á ákveðnum hlutum. Það þarf ekki að skerpa hlutunum í mannréttindum að mínu mati. Þess að þar hefur stefnan verið skýr, Samfylkingin hefur haldið því hátt á lofti, en ég legg líka áherslu á það að það er mannréttindabarátta að fókusa á velferðarmál, kjaramál, þetta er grundvallarpartur af mannréttindabaráttu líka. Velferðarmál, sérstaklega núna í þessi stöðu sem við erum hér, þar sem að helmingurinn af lágstéttunum, lægst launuðu, eru innflytjendur með mjög takmörkuð réttindi. Formleg réttindi og fyrir utan þá með mjög veika stöðu í samfélaginu. Og þetta er ástæðan fyrir því að við sérstaklega tölum það í nýja útspilun okkar, krafum árangur, að hér þurfi að reka atvinnustefnu sem er mannvæn hvað þetta varðar. Að við getum ekki sætt okkur við það. Að okkur finnst bara eðlilegt að þróa samfélagi með þeim hætti að störf sem að okkur þykja ekki nógu góð, að við flytjum bara aðra inn til að sinna þeim
tölum ekki við þá, sinnum þeim ekki, tökum ekki þátt í að gera þau að okkar í rauninni fólki í því samingi að þau verði partur af okkar samfélagi, heldur þetta sé fólk sem kemur hingað og þjónar okkur og við kaupum þá þjónustu. Það komið og við verðum að bregðast við því og við verðum að bregðast við aukinni, bara hörku gagnvart fólki í stjórnmálunum að þau svona hálfloga og þú ýttir undir það, kastaði svona þínu eldsneyti á þann loga og það var til dæmis lögð fram tillaga á flokksstjórnarfundinum til þess að ítrekka það að Samfylkingin stæði með þessu fólki og væri ekki að yfirgefa stefnu sína, hún var ekki samþykkt. Ég hvet fólk í fyrsta lagi til að lesa ræðu mín á flokksstjórnarfundi, þar sem ég tala sérstaklega mikilvægi þess að við hlúum að þeim einstaklingum sem eru með erlendan bakgrunn hér og ekki partur í íslensku samfélagi og það sem ég fer sérstaklega yfir mikilvægi þess að okkur finnst ekki sjálfgefin hlutur og við lítum ekki undan þegar fólk læðist með fram veggjum þannig að þau eru ekki þáttakandir í okkar samfélagi þannig að þetta er það sem að hægrið vill það vill beina umræðinni að hælisleitundum á meðan að það vill láta eins og það sé bara ekkert óeðlilegra að flytja hér inn erlent vinnuafl sem sinnir störfinu fyrir okkur sem að við viljum ekki sinna og við viljum ekki einu sinni tala um það. Þetta er fólk sem kemur í gegnum EES og efnahagslegir innflytjendur og við þurfum þetta bara að velta því fyrir okkur hvers konar atvinnustefnu við erum að stunda ef við sköpum samfélag sem elur á stéttaskiptingu, aukinni stéttaskiptingu og ójöfnuði. Ég hvet líka fólk til þess að lesa ályktun flokksstjórnarfundar þar sem að sérstaklega var kveðið að stöðu innflytjenda. Það var sértæk tillaga þarna sem að átti við mjög sérstaka hluti, mál sem eru ennþá í meðferðum þingsins, mál sem ekki eins og komin fram inn á þingi. Frestun og fjölskyldusameiningum og öðru slíku? Já, og sko, það eru málefnanefndir sem eru að fara að taka til starfa núna fyrir landsfund. Þetta eru ítarlegar ályktanir og það var mælt með því að fyrir næsta landsfund sem nú bara hálft ár í smári að þá yrði ítarlegri vinna sem myndi eiga sér stað. Þessi fundur snerist atvinnusamgöngur, það eru meðal annars talað stöðu innflytjenda á vinnumarkaði og ég segi hvet bara fólk til að kynna sér þetta. Þessi ályktun, hún var sett í nefnd, það var ekki til að drepa þetta heldur til að ýta undir betri umræðu. Við þurfum að koma með lausnir líka. Við getum ekki bara sett okkur á móti hlutunum. Við þurfum að vera lausna með þau líka, fá fleirin í samtali. Þessi fundur var á Laugabakka. Það voru ekki allir allstara úr samfélkingun sem gátu komið að. Suðurnesin til dæmis, þar sem að þetta hefur verið mikil áskorun. Það voru mjög fáir aðilar sem hefðu aðkomu að flokksstjórnarfundin sem komið þaðan. Við viljum geta tekið þessa umræðu á breiðari grundvelli. Þannig að þá ekkert að vera að lesa neitt sérstaklega í það í því samingi. Ég ætla að pröfa það, því að tillagan kemur innan úr svona hópi og frá röddum sem að því að við erum að tala um það pólitísku innignina og erum við með svona hrörnandi stöðu stjórnmálakerfi þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið drottnandi. Og það er að verða til, sjáum þið fram á, eitthvað mótvægi við því. Og þetta fólk einfaldlega að segja í þessum málum, sem kannski stæðstu mannréttindamál okkar tíma. Við erum með bara ótrúlegan fjölda fólki sem býr við takmörkur réttindi og þarf að þola fordóma og útskúfun og takmarka aðgengi að samfélaginu sem við búum í. Á hverju getur ekki samfélagin, tekið afgerandi stöðu gegn þessu? Þetta bara snýst ekkit það Smári. Þetta snýst ekkit að get ekki tekið, það ákveðið verklag sem á sér stað. Eins og ég segi, þetta kemur frá... Það átt ekki við áðan, þú varst að tala um kvotakerfið. Þá mátt þú koma með tillögur og svo verður Já, nú ertu að reyna að gera eitthvað úr þessu sem þetta ekki. Og ég skil það bara vel, það allt í lagi. En punkturinn minni, þetta stórt mál. Þess vegna þarf þetta að vera vel ígrundað og það var álit, þetta ekki mitt álit bara. Það var greit atkvæði þetta á flokksstjórnarfundi að setja þetta í frekari vinnu, þannig að það voru fleiri aðilar sem vildu koma að þessu en þessir 5 sem að skrifu þessa ályktun. Það var enginn að hafna sérstaklega inntekið þessara ályktunar, en útspilið sem var kynnt á þessum fundi hafi verið unnið í miklu samráði við flokksmenn, við fólk út allt land sem að þó þessi ekki skráði samfélkinguna að jafnaða fólk, hafi farið í gegnum mikla vinnu í hvernig orðað og rammað inn og sett með þeim hætti að fólk geti fyllt sér á bakviða og það vilji bara, það gríðarlegur vilji til að gera þetta vel, þetta viðkomur málaflokkur, þá ekkert að vera að lesa neitt sérstaklega í það, þó þessi ályktun hafi farið inn í nefnd. Ég meina, þetta snýst bara ákveðna aðferðafræði. Það ekkert óðurlegt við það að svona viðkomum málaflokkur fái frekari umræðu inn í flokknum.
Herðu, við höfum takk tíma. Það er eitt sem mér langar að koma að í lokin. Já. Men þegar ég lít upp hérna frá Rauðaborðinu og horfi á hérna Samfylkinguna, að þá þetta svolítið þannig að Kristrún, hún ferðast landið, fer og drekkur í sig vilja þjóðarinnar, vilja eins og raunverulega fólks út á landi. Að sömuleyti virkar svolítið svona hugmyndunum að þar sé hinn rétti tónn, svona eins og oft var meðal fólksins út á landi, sko. Þetta er eins og í bókmenntum á 20. öld, þar sem að þeir sem voru alltaf með jarðtengdir og sögðu sannleikann, þeir voru alltaf út á landi, en við hérna fyrir sunnan vorum alltaf spilt og örvingluð, og þú ferðast á landið og kemur svo hérna til Samfylkingarinnar og mælir fram hérna nýju stefnu sem að þjóðin vill. Samfylkingin á höfuðborgarsvæðinu og allir hinir ekstra annars staðar. Þetta er lækningin á Samfylkingunni. Þetta er aðferð sem að til dæmis er alltaf notuð í Frakklandi þegar kokkarnir missa tökin og matagerðarlistin er komin í eitthvað tóma vitleysu, þá fara þeir alltaf út í héruðin og finna sannleikann, finna rætur sínar, og þú ferð hringi kringum landið og kemur svo og mælir fram nýja stefnu. Gallinn er sá að milli hvítanna hinum megin, það er bara 15% af þjóðinni sem býr þar. Já. Og er það þannig en er þau ekki líka hluti af samfélaginu? Er þau ekki líka hluti af samfélaginu? Jú, þau eru það. Ég bý hérna á Hálsbrautinni. Já. Ég eyði, 300 dögum á höfuðborgarsvæðinu. Ég vinn í bæ. Fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu, það getur bókað fund með mér. Það hefur miklu meira aðgengi að málefnisstarfi Samfylkingarinnar. Skulum bara fá það alveg á hreint. Höfuðstöðvar Samfylkingarinnar á Hallveigarstíg. Allir málefnafundir eru meira og minna haldnir þar. Aðra fundir þarf að halda á Zoom og þú veist það mæta vel eins og aðrir sem hér hlusta að það er allt öðruvísi. Aðgengi að forystu flokksins er með allt öðrum hætt út á landi og þó ég fari í 1-2 ferðir út á land. Sagan er þessi, þú ferð og hlustar á fólk, svo ferðu og talar við fólk og þannig verður mótast í nýja stefna Samfylkingarinnar í svona einhverju eyðimerkurgöngu. Þetta er náttúrulega einföldun á þeirri heimsmynd sem er til staðar. Fólk auðvitað fer með ákveðið upplegg, skilurðu. Það eru fundir haldir líka hérna á höfuðborgarsvæðinu með grassrót. Það eru fundir haldnir í 60+ í ungu jafnaðarmönnum. Það er allt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Okkar kjörnir fulltrúar eru reglulega að mæta á laugardagsfundi og hinum þessum stöðum hérna. En það er auðvitað þannig, meiri segja fyrir kjörna fulltrúar sem eru í landsbyggð kjördæmunum, þeir eiga erfiðar gang. Ég er ekki að fara ein í þessar ferðir. Það hafa fólk komið bæði úr þingflokknum, úr sveitarstjórnum. Við höfum verið að virkja fólk allt land og þó ég fari í eina hringferð á ári, þá held ég að það rjúfum ekki úr sambandinu sem ég hef við grassrótina. Mér finnst það leira því, ég held að farið fleiri en eina ári, allavega fórstu einu sinni 2. Já, ég meina, er það ekki bara jákvæmt? Jú. Er það ekki bara jákvæmt, Smári? Jú, það er bara að gera eitthvað lítið úr þessu. Nei, ég bara segja, það tekur þetta tíma fyrir hringferð, það er bara það sem ég er að segja, þannig að þá virkjum sem ég sé alltaf á ferðinni. Segðu við forsetaframbjóðuna, Þetta er bara heljarinn að vinna. Það sem ég átti við, að þetta er stefnumótun sem er þannig að foringinn fer og hlustar á fólkið, svo mælir hann fram nýja stefnu. Þetta er svolítið öðruvísi. Þetta er ekki ný stefna, þetta er áhersla byggð á núverandi stefnu. En fyrirgefðu, er ekki fólk í pólitík á það ekki að vera rödd almennings? Liði fólk betur með það? Ef ég var föst hér í einu postnúmeri niður í bæ á einhverju kaffihúsi, í einhverjum kaffiklúbbi að tala við vini mína sem hefði svo mikla áhuga á pólitík. Ég meina þetta er bara grundvallar prinsip hjá mér í pólitík. Ég fór ekki í þetta fyrir sjálfa mig. Ég hef auðvitað áhuga á verkefninu. Ég er tilbúin að leggja mig fram, mína eiginleika, vinna með góðu fólki sem styður mig. En í lok dags er ég kjörinn á þing fyrir þjóðina og það þú þarft að vera í samskiptum við fólk sem að finnur fyrir raunveruleikanum í daglegu lífi, vegna þess að það er svo auðvelt. En í sögunni sem ég er að segja, þá er Samfylkingin farin. Það er Kristrún fer og hittir fólkið og mælir fram leiðin. Þú festist aðeins í þegar ég talaði landið og ég var eitthvað að reyna að skjóta henni uppglöðnin. Ég er formaður flokksins, Smári. Ég er formaður flokksins.
Á þessum fundum hafa verið stýruhópar sem er mannaður af grasrótflokksins, hafa mætt með mér á alla þessa fundi, skilurðu. Það hafa þingmenn kjördæmisins mætt á þessa fundi, það var sveitarstjórnarfulltrúar mætt á þessa fundi, það hefur formaður framkvæmdastjórnar mætt á þessa fundi. Ég hef auðvitað bara hlutverki að gegna þegar kemur að því að sameina flokkin, hvort sem að sé hérna innan höfuðborgarsvæðisins eða út á landi. Það birtist rosa margar myndir af mér. Ég meina, ég er fronturinn á flokknum, það er auðvitað þannig og það er líka þannig í lokdags og svo þarf ég að fara að þegar að sko niðurstöðurnar liggja fyrir eftir næstu kosningar, sama hvernig það er liggja, þá verði ég gerð ábyrgð fyrir því og það er ekkert óeðlilegt við að það sé fókus á mér undir einhverjum kringumstæðum en það er bara alls ekki rétt og ég vil bara taka sérstaklega hérna fram. Ég gæti ekki gert þetta ein, alls ekki, en þetta er líka að virðingu við fólki hérna úti, hvort sem er hérna á höfuðborgarsvæðinu, eða fólk sem býr á Raufarhöfn, einhvers staðar á Langanesi eða hvar það nú er, að mæta og horfa í augun á fólki, þó þú býrði 300 manna bæ, þá skiptir þú líka máli á Íslandi og ég get líka alveg sagt þér það að fólk hér á höfuðborgarsvæðinu þarf ekki að óttast það að áherslur eða draumar eða væntingar eða vonir eða þrár sem koma frá hérna fámennari stöðum út á landi séu algjörlega í trossi við það sem fólk á höfuðborgarsvæðinu vill. Það er alls ekki þannig. Í grundvallaratriðum vill fólk bara betra líf, það vill öryggi, það vill virðingu og það vill sé árangur í ákveðnum grundvallarmálum á Íslandi. Kannski minni áhersla á mannréttindamálin út á landi. Það er ofta þannig, það eru meiri áhersla á mannréttindamálin í stóru borgum. Fólk út á landi er mjög mannréttinda fókuserað. Það horfir auðvitað bara á suma hluti með öðrum hætti þegar þú hefur ekki aðgengi að grundvallar hlutum eins og rafmagni, störfum og þess áttar, þá auðvitað verður fókusin stundum með öðrum hætti. Húsnæði, segir fólki hérna í bænum. En bara svo ég taki upp hanskan fyrir þetta fólk. Þetta fólk er upp til hópa mjög mannréttenda hérna sinna þegar kemur að þessum þáttum, þó það sé ekki alltaf að flagga því í einhverjum statusum. Sko. Herðu, svo þetta fara í vinnuna. Ég þarf að fara í vinnuna. Herðu, kæra þakkir. Takk sem leiðis. Þú hafðir orðaði en að við höfum ekki nægan tíma að þú kemur bara aftur. Já, ég kemur aftur. Kæra þakkir. Herðu, við ætlum að snúa okkur að öðrum málum hérna við rauðaborðið, halda áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða dánaraðstoð sem er mál sem að liggur fyrir þinginu og hefur verið í einhverju umræðu. Við höfum rætt það hérna við rauðaborðið, við fólk sem er svona hvata fólk að því að við tökum þetta upp, heimilum dánaraðstoð hér á Íslandi eins og hefur verið gert sumstaðar annars staðar. Það mun vera leyft í Sviss og Hollandi og kannski einhverjum fleiri löndum. En það kom ályktum frá læknafélaginu eða svona umsögn að læknar allavega í félaginu er ekki ánægðir með þetta, styðja ekki þessa tillögu og hingað komin Steinunn Þórðardóttir sem er formaður læknafélagsins. Hérna, ég veit ekki hvort ég spyrja þau þínar eigin skoðanir eða læknafélagsins. Hvað þið þurfa náttúrulega að hérna skoða þetta? Já, við höfum þurft að gera það ítrekað í gegnum árin. Já. Og Læknafélag Íslands er aðili að World Medical Association sem eru alþjóðasamtök lækna og þau hafa verið alveg frá stofnun mjög skýr varðandi það að læknar eigi ekki að taka líf, að læknar eigi að virða líf og þetta er eitt svona lykilpósturinn í okkar siðareglum og ég veit að fólk sumir hafa gert kannski lítið úr þessum siðareglum en þær koma til af bara mjög ríkulegum ástæðum. Alþjóðasamtök lækna eru stofnuð upp úr seinni heimsstyrjöldinni þegar að læknar urðu uppvísir að mjög miklum voðaverkum eins og við þekkjum öll. Meðal annars svo kallur deyða fólk bara beint og líka með vanrækslu, með skipulegri vanrækslu. Bara virkilega auðvitað hryllilegir glæpir sem að læknar fremdu þarna og þessi samtök voru stofnuð meðal annars til þess að koma í veg fyrir að læknar myndu nokkuð tíman endurtaka verknaði á borð við þessa og þá var náttúrulega tekinur eins og afstæði við yrðum að vera alveg skýr.
þetta mætti aldrei vera neitt grátt svæði, en sem leiðamæri komin á grátt svæði þá hægt að fara að færa mörkin ennþá meira til. Þannig að hlutverk lækna að lækna, ef að læknar get ekki lækna þá að líkna, en ekki deyða og að virða líf. Það eru læknar sem að starfa í þessu löndu sem ég nefndi áðan og kannski þetta víðar sem að taka þátt í þessu. Já, og þetta eru læknar sem að taka aðra afstöðu til siðaregluna heldur en þessi alþjóðasamtök gera og bara svo það sé látið fylgja þá þetta einmitt löglegt í nokkrum löndum og það eru nokkur læknafélög sem eru fylgjandi en lang stærstur meirihluti læknafélaga heims á móti og ég hef tekið eftir ég átt þessar umræður við mitt lækna frá Sviss, Hollandi og ég sé að þeir eru mjög fylgjandi og þeirra félög og ég held leiðort farin yfir línuna og þínir kollegar, þínir félagar eru farnir að veita þessa þjónustu, þá erfiðar að vera á móti. Þannig það verður eins og einhvers konar hugsanabreiting eða hugafarsbreyting í þeim löndum. En samtökin í heild eru mjög gegn þessu, það ekki langt síðan að þau bara í rauninni endur nýjuðu þá afstöðu sína og stóru læknafélagin eins og bandaríska læknafélagið alfarið á móti þessu og þetta hefur verið afstæða læknafélagsins alveg frá upphafi að fylgja alþjóðasamtökum lækna en í ljósi þessa frumvarps sem kom fram núna í vor þá ætlum við að taka umræðina við okkar félagsmenn vegna þess að við vitum að við erum ekki öll sammála. Það eru líka félagsmenn á Íslandi sem eru jákvæðari gagnvart þessu heldur en þessi lína félagsins hefur verið. Þannig að við ætlum að standa fyrir málþingi í lok maí, siðfræðiráðið okkar, meðal okkar félagsmanna til taka bara opinskáanhátt þessa umræðu og í kjölfarið þá vantilega gera könnun meðal okkar félagsmanna. En ef það þannig að læknar hafa bara ólíka afstöðu, að lækna félagið sjálfur sér ekki yfir samviska læknana? Nei. Alls ekki, en við auðvitað höfum... Og öllum líkindum verður á þannig að það eru bara sumir eru fylgjandi þessu, aðrir eru harðir á móti þessu? Já, en það spurning hvort þetta verður löglegt eða ekki og það náttúrulega þarf félagið að hafa ykkur á skoðun sem félag og þá eru auðvitað mikilvægt að við endurspeglum sem best vilja okkar félagsmanna þó eins og þú segir það verða örugglega alltaf skipta skoðanir en þá þarf félagið samt sem aður að hafa afstöðu og þeirri leita til félagsins af hálfu yfirvalda varandi stefnu sem að ég tel mjög mikilvægt ef að fara út í máli eins og þetta, það sé haft samráð við lækna og þeirra samtök, vegna þess að það ætlast til þess að við þá veitum þessa þjónustu og þá þarf þetta að vera í samráði við okkur og þá þurfum við að hafa ykkur að línu. Það eru dæmi, ég veit ekki hvort það sé gott dæmi, en það var á tímabili afstaða kirkjunar held ég, að hún setti sig ekki upp á móti því að samkynniðir eruðu blessaðir af kirkjunni. En við getum ekki neitt presta sem að það stríðir gegn samviskuður að gera það. Þannig það geti orðið eitthvað slík niðurstaða sem erði að það er búið að lögleyfa dánaraðstoð, en við getum ekki neitt þig að framkvæma hana. Það er einn vinkillinn á þessu máli og algjörlega hárrétt. En það góð niðurstaða? Var ekki betra að samfélagi tæki svona skýra afstöðu í þessu? Mér finnst það og ef ég fæ að skipta yfir í þá mína persónulegu skoðun sem læknir, af því ég er búin að velta svo heilmikið fyrir mér eftir þetta kom í umræðuna núna aftur, er að ég er búin að vera að fylgjast með til dæmis umræðun í Hollandi, þar sem þetta er búið að vera leyft töluvert lengi og þeir sem tala hvað mest fyrir þessu, þetta er svona efri millistjætt fólk sem að finnst þetta að vera sinn réttur ef að svo ber undir og í orðræðinni ber meðal annars á því að læknir sem ekki tilbúin að veita dánaraðstoð sé siðlaus vegna þess að hann sé þá ekki að lina þjáningar. Ég á mjög erfitt með að kyngja þessu að það sé í raunin ekki einu sinni þannig að ég geti samvisku minna vegna að neita að taka þátt í þessu, þá sé ég dæmt sem siðlaus af einhverjum vegna þess að ég sé þá að horfa upp á einhverja þjáningar og ekki að lina þær en með því að lina þær þá er ég að deyða mannesku og að deyða aðra mannesku er risastórt mál fyrir hvaða mannesku sem er. En ef ég kem til þín óbærilegum sársauka og bara sálar angist og sé enga lausn, en bara eina sem ég þrái frá því ég vakna á morgnana ef mér hefur tekist að sofa er að fá að bara hverfa. Já. Og ég bið þig það sem eini fagmaðurinn sem getur veitt mér það. Hvað ætlar að segja þeim? Það er spurning hvort að ég sé mitt fagmaðurinn sem get veittir það, hvort að það sé mitt hlutverk og hvort við viljum hafa lækna. Þú veist bara skýr lína, læknar deyð ekki. Það er mín afstaða sem einstaklings, sem læknis, að það eigi að vera skýr lína og
þegar ég segi þetta, þá skil ég að það séu til dæmi fólk sem að upplifi mikla þjáningar og myndi vilja hafa aðgang að þessu og ég veit að það erfitt að setja þessa línu svona skýrt og neita þegar að fólk einmitt í óbærilegum þjáningum á engar lífslíkur og það eru til dæmum þetta og ég hef mikla samúð með þessum dæmum og ég ber mikla virðingu fyrir skoðunum fólk sem að segja þarna hefði ég viljað en á móti þá óskar maður einmitt líka til eftir því að það sé búin virðing fyrir þessari skoðun að vilja ekki deyða aðra mannesku og fólk hefur líkt þessu saman við dýr og að dýralæknar svæfi dýr þetta bara ekkert líkt við þetta tvennt og það að taka mannslíf bara virkilega erfitt skref og rannsóknir hafa sýnt að læknar sem að stunda dánaraðstoð þeir þjást andlega. Þetta fer mjög illa með þeirra sálarlíf, margra hverra. Og maðurinn hefur lengst að vita hvað þetta þess vegna voru böðlar með grímu til þess að það getur verið í persónuleysi með að fremja þennan verknað. Nákvæmlega, þannig að maður kannski lagði sjálfan sig til hliðar í þessu hlutverki og fór í eitthvað annað. Þú gast ekki horfst í augu við sjálfan þinn að vera að gera þetta sem einstakling. En eitt af því sem er sagt, en læknar eru alla daga að taka ákvarðanir raunverulega líf og dauða, hætta meðferð, gera eitthvað, taka á vél úr sambandi eða gera eitthvað sem þeir vita manna best að mun leiða til þess að við komum til mun deyja. Já, en við erum alla daga eins og þú segir að meta horfur, lífslíkur og lífsgæði og yfirleitt þá í góðu samtali við þann sem á í hlut við sjúklingin og við erum ekki að neyða upp á fólk lífslengjandi meðferð sem það vill ekki þiggja. Það mjög mikilvægt og það allt annað að halda sér höndunum heldur en á virkan hátt deyða mannesku. Og ef að fólk vill ekki þiggja læknisaðstoð, það vill leyfa eins og oft talað náttúrunni að hafa sinn gang, þá auðvitað virðum við það. Því að við erum ekki einmitt Guð almáttugur, við stjórnum ekki líf og dauða. Og ætli ekki að sigra dauðan. Þið vitið að endanum munum við öll deyja. Við munum öll deyja og ég held að við mættum ræða það miklu meira sem samfélag líka. Við höfum fjarlægst dauðan mjög mikið. Dauðinn held ég ferli sem að okkur ber að virða en ekki óttast og ég held eins og segja ef við myndum ræða dauðan meira og hann væri meiri hluti á okkar daglega lífi þá kannski myndi þessi umræða heldur ekki vera kannski komin alveg á þennan stað en þess að nú ég í öldrunarlæknir og hef orðið vitna gríðarlega mörgum andlátum og það einhvern veginn skilur mig eftir með svolítið aðra tilfinningu fyrir þessum lokametrum, þessari friðsæld og fegur sem yfirleitt til staðar ef að fólk fær góða meðferð, líknandi meðferð og það það sem við eigum að veita. Við eigum að líkna, við eigum að lina þjáningar, við eigum að beita öllu okkar vopnabúri til þess en að deyða og virkanátt allt annað mál. Ég tala við fólk sem hefur fyllt ástunum sinum í dánaraðstoð og það talar, komið svo tóvart, það talar þetta sem fagrastund. Þú ert erfitt með ímyndaða það? Ég á ekki erfitt með ímyndaða með það, nei. Og svo ég láti það líka fylgja og ég vil bara vera auðmjúk í þessar umræðu að þetta ekkert einföld umræða. Þú ert ekki að dæma þá sem að kjósa? Alls ekki, ég alls ekki að dæma og ég var sjálf jáfnvel fylgjandi þessu áður en ég fór að hugsa það nánar. Ég skildi mjög vel okkur fólk vill að þetta sé hægt. Ég skildi það bara mjög vel. En svo þegar maður átt að segja á því, ef þú ert búin að leyfa þetta í einhverju mynd, í öllum þessum löndum þar sem það hefur gerst, þá hafa mörkin færst til. Hvernig þá? Þetta hefur byrjað að vera eitthvað sem að menn setja mjög skýrt í lög yfirleitt að þetta eigi að vera bara fyrir einstaklingar sem eru með sjúkdóm sem mun draga þau til dauða innan yfirleitt frekar stutts tímaramma og með óbærilega þjáningar. Svo er búið að taka það til dæmis í Kanada út úr lögunum að þú þurfir að eiga stutt eftir og vera með lífshótandi sjúkdóm. Þannig að það eru bara óbærilegar þjáningar. Og það geta verið alls konar. Ég get skilgreint að ég lifi bara sálarkvalir. Já, og þá áttu rétt á þessu. Þannig að það er mat viðkomandi einstaklings, hvort að þjáningarnir svo óbærilegar. Það er ekki hægt að mæla þær. Það er ekki hægt að mæla þær, en það er heldur ekki hægt svo maður fara aðeins í annan vinkil á þessu að mæla hvort að fólk að gera þetta algjörlega eigin forsendum eða forsendum einhvers annars. Og við hefum til dæmis rætt þetta varðandi eldra fólk sem upplifir sig byrði eða fólk sem upplifir sig byrði vegna síns sjúkleika á samfélaginu, á öðrum, á sínum aðstandendum. Á maka þegar maður langveikt fólk getur upplifið það mjög að það horfir á það
hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á líf makans og hvernig, og við þekkjum það bara hvaða getur verið stórt hlutverk að vera maki í langveiks sjúklings. Og maður veit ekki hvað í gangi í höfðinu á mannesku í þessum spúrum. Já, þá erum við kannski að tala að hefur samfélagi gert allt sem að þurfti, til dæmis að veita fjölskyldunni stuðning sem er með langveikan. Þannig að það upplifi ekki að það sé þessi byrði á ástvinum sínum. Og það er það sem ég svo hrættum að ef þetta er orðin leið út, að þá minnki pressan á samfélagið að standa sig almennilega gagnvart fólki í þessum spórum sem er langveikt, sem þjáist. Eins og í Kanada, svo ég teki dæmi það land aftur, þar er líknarmeðferð ekki búið nema fyrir fáa. Þetta er dýr meðferð þar, fæstir af aðgangaðinni og þá fer dánaraðstoð að verða eini raunhæfi valkosturinn. Í staðin fyrir að bæta líknarþjónustuna, gera hana aðgengilega öllum, að þá fer fólk að leita í þessa átt. Það kemur svona stjættarvinkillinn í þetta að þeir sem að eiga eignir og fé geta fengið allra bestu aðstoð sem hægt er. Og dánar aðstoð er þá svona þrautarlending, en hjá þeim sem eru fátækir, að þá er dánar aðstofun bara fyrir að verða kannski ekki fyrsti kostur, en mjög fljótlega. Já, og það er þetta sem ég veist ókveikjandi og ég veit að þeir sem tala fyrir dánaraðstoð segja að við bara pössum upp á þessi mörk, en getum að lofa því alla framtíð, að þessi mörk munu vera óbreytt hér alla framtíð. Hér breytum við stjórnvöld, það koma aðrir aðilar til valda sem hafa kannski aðrar hugmyndir og eru meira tilbúnir að færa þessi mörk og þá erum við búin að setja læknana yfir línuna. Við erum búin að leyfa þeim að deyða í sumum tilveikum. Þá er miklu auðveldar að íta þeim lengra ef maður á annar borð búin að fara, þessi lína er svo skýr, við deyðum ekki, en leiðurum komin yfir hana þá er hægt að fara að íta okkur lengra og það er það sem eins og ég segi hefur gerst og það er þessi stjættavinkill klárlega til staðar og það eru fleiri vinklar eins og nú er ég öldrunarlæknir og vinn mikið með fólk með heilabilun og það var dæmi frá Hollandi sem að virkilega sló mig að það er kona sem greinist með Alzheimer sjúkdóm, segir sjálf bara mjög stutt eftir greiningu ef ég þarf að fara á hjúkrunarheimili þá vil ég frekar deyja. Og ættingjar hennar bara sammála þetta og hún tekur þessa ákvörðun. Síðan kemur að því bara einhverjum árum setna hún er orðin þetta slæm, hún þarf aðstoð allan sólarhringinn, þarf að fara inn á hjúkrunarheimili en þá er hún ekkit lengur á þeim stað að vilja deyja. En hún er náttúrulega orðin veikari. Og aðstandendur eru alveg harðir á því að virða þennan viljanar frá því mörgum árum fyrr. Það sem hún var ekki neinni aðstöð til þess að meta stöðu sín í dag. Nefnilega. Og ég meina, ég þekki bara svo marga sem að fara í gegnum hennar sjúkdóm og ég meina og eiga mörg góð ár. Og þarna tekur ákvörðin í ykkur áfalli yfir þessari greiningu. Mörgum árum setna ertu á einhverjum allt öðrum stað. Þannig að það er fenginn til læknir, það er laumað lyfi í kaffi hjá henni. Til þess að svæfa hana svo að sé hægt að gefa henni þessa sprautu. Hún sofnar ekki almennilega og svo byrjar hún að berjast á móti og fólki hennar heldur henni niðri meðan læknirinn sprautar hennar með banvænu lyfi. Og þetta fór fyrir dóm og læknirinn er sýknaður. En mér finnst þetta bara svo ókveikjandi dæmi. Ætlum við að halda fólki niðri og sprauta það. Og ég meina þetta er bara í Hollandi. Þetta er siðmentað land. Að halda svona get ekki gerst hér væri barnaskapur á mínum mati. Þú ert eiginlega að lýsa svona eins og eitthvað svona einfallleiki í því hversu virði líf er. Eins og við getum að ímynda okkur bara unga mannesku sem vill frekar deyja heldur en vera 64 ára. Það er alveg hægt að sjá það fyrir sér. En við þekkjum það alveg að fólk sér fyrir sér að ef þetta myndi henda mig að þá væri ég bara frekar til að deyja. En svo ert í aðstöðunni, þá er bara allt aðra forsendur. Og það sem að við telja vera forsendur fyrir að lifa góðu lífi, að við erum svolítið freka á það, en svo þegar við missum mikið af því og missum alls svona getu, að þá er lífið samt dýrmætt. Ég held að þetta sé alveg rosalega sterkur punktur í þessu og það er þetta sem líknarlæknarnir hafa mikið talað um. Líknarlæknar eru flestir á móti dánaraðstoð, þótt að þetta séu læknarnir sem eru einmitt með hópinn sem þjáist og er með þessa erfiðu sjúkdóma. Og samkvæmt þeim og þeirra reynslu þá er fólk með lífsgæði þrátt fyrir þetta, það hefur eitthvað út úr lífinu þó það sé svona veikt og yfirleitt er löngun til að deyja mest í byrjun einmitt þegar maður greinist með eitthvað sjúkdóm og maður sér bara fyrir sér eitthvað trilling en svo eitthvað neginn bara heldur lífið áfram
og fólk finnur innihaldið í því, alveg svo að lýsa. Þannig að mér finnst líka svo áhugavert, það var rannsókn sem var gerð í Bretlandi á afstöðu sérgreina, mismunandi sérgreina lækna til dánaraðstöðar og þeir læknar sem voru mest á móti eru líknalæknar, taugalæknar, krabbameinslæknar, öldrunarlæknar, læknar sem eru mest í tengslum við deyjandi fólk og erfiðustu sjúkdómana. En það þá þannig að þeir læknar sem að hafa fallist á að taka þátt í þessu koma ekki úr þessum hópum heldur koma annars það frá eða? Nú bara verði að viðkenna, ég þekki það ekki en ég held reyndar að það sé nú oft þannig að þið séu úr þessum hópum og líkur hópi heimilislækna. En þær sérgreinar sem eru svona ólíklegastar til þess að koma að þessu eru yfirleitt mest fylgjandi. Það hefur líka sýnt sig. Við sitjum við rauðaborðið og erum ofta að velta fyrir okkur sko, hvernig við hegjum samtali í samfélaginu og stundum við efins að vettvangurinn sé klára, við sem ofta reyna að draga ótrúlega flókna umræðu kannski í gegnum vettvang sem ekki ræðu við hana. Hérna við með mál sem að sko spannar eiginlega bara alla mannlega tilvist okkar. Þetta er einkanlegt mál, við verum að virða sko bara einkanlega afstöðu fólks, þetta siðferðislegt mál, þetta tengist menningu okkar og þetta tengist hvort við lítum á hvert líf sem heilagt og hver þess búinn að taka ákvarðanir skil á milli lífs og dauða. Þetta alveg rosalega stort mál. Hvernig ætla þið að fara með þetta ekki inn á læknafélagi? Félagsfund og... Já, einmitt. Við ætlum að leysa þetta allt á félagsfundi og fá okkur kaffi og kleinur. Þetta ekki einfalt. Við verðum aldrei sammála og eins og ég sagði áðan að þá virði ég fullkomlega þá sem eru ekki sammála mér. Og mér finnst þetta ekki svart og hvítt, mér finnst þetta ekki klippt og skúrið og þetta hefur valdið mér, getur maður sagt, svefnlausum nóttum af því að þetta alveg ótrúlega víðfeðmt málefni út frá siðfræði og heimspeki og bara öllu þessu sem þú ert að nefna og ég held að við verðum aldrei sammála en ef ég tek aftur mína persónulega skoðun og mér sko bandaríska læknafélagi setja þetta svo vel fram, svo skýrt, þannig að maður skilur. Fyrsta lagi, læknar eiga lækna og líkna, punktur. Og ef að dánaraðstöðu leyfð, þá ekki hægt að stjórna henni. Þetta þeirra skoðun. Þetta úrræði... Ef þú opnar ferði við línuna. Já, þetta oftu notað í svona siðferðislegum málum. Ef að þú fjarlægir hennar þröskuld, þá mun allt flæða henni. Það nefnilega mál og það hefur því miður gerst. Annað dæmi frá Belgíu, þar kona í ástarsorg, vissulega búin að eiga við geðran vandamál að stríða, alla sína æfa einhver leiti, í ástarsorg og fær dánaraðstöð. Systur hennar kæra læknin. Ég meina, konan í áfalli og hún bara horfin. Það ekki hægt að taka þetta tilbaka. Þessi kona var 30 eitthvað ára. Ég meina, hún átti áratugi eftir og þarna einhver valkostur komin á borðið sem að maður tekur aktíva afstöðu til, ég get líka bara farið þessa leið, þetta opið fyrir mér. En hún hefði getað svist sig lífi sjálf? Hún hefði getað gert það og þeir sem tala fyrir dánaraðstöð og segja þetta það, sérstaklega fyrir veikt fólk sem þjáist einmanaleg leið að fara og ég get alveg verið sammála því og ég veit að margir eru mjög, hvað maður að segja, þetta mikið áfall þegar ástvinnu tekur eigið líf og gerir það í einsemd. Getur verið hryllilegt. Já, þannig að ég skil það líka og þannig að eins og ég segi, ég virði þennan málflutning og flækjustíð í þessu. En ég held að maður horfir á samfélagi sem heild og stóru myndina og maður hugsa kost og galla, þá þó sem vissulega séu til dæmi og örugglega fleiri en 1 og fleiri en 2, það sem hefði verið gott að hafa aðgang að þessu, þá eru dæmin þar sem að þetta mun gera lífið erfiðara miklu fleiri og að fólk mun upplifa þrýsting og samfélag eru farin að reikna út, sko samfélag sem eldast eins og við, eru að reikna út hvað mun dánarast og spara okkur mikið í því að sjá gamla fólkið okkar. Og maður, ég meina á þeim aldrei sem maður á núna, maður veit að þegar maður Guð lofar verður áttræður nýræður, að þá verða ekki mjög margar ungar hendur til að sjá hann. Við þekkjum þessa tölur. Og þá þetta ein leið sem að ég veit að mér stendur til boða, ég get létt undir með samfélaginu með því að láta mig hverfa, þó ég hafi ennþá kannski gaman af fólkinu mínu og ykkur lífsgæði, en ég náttúrulega fyrir, ég baggi, það þetta sem ég á ágjör af. Það valkostin, það verður engin bjalla sem að þú getur ítt á, heldur verður það bara morfín og svo dánaraðstöð. Það gæti orðið þannig og það líka verið sko, þegar þetta hægt, þá búið að stilla þér upp fyrir framan enn valkost. Þú sagðir áðan að þegar þú fórst að skoða þetta, að þá hafi verið svona frekar jákvæð, þannig að þú hefur gengið í gegnum svona breytingar. Mjög miklar og ég hef alveg hort. Hvaða hugmyndir voru það sem þú lagðir upp með?
það sem varst jákvæð, sem að skoðunin, hvað getur vorðað að sigraði, að þetta er svolítið svona eins og glíma, þetta er mjög persónulegt mál, hvernig maður tekur afstöðu til þess. Það er nefnilega máli og þessna finnst mér svo mikilvægt að þessi umræða fari fram án gífurirða og af virðingu, vegna þess að þetta er óbúslega persónulegt hvað afstöðu tekur til þess. Hvað breyttist í þér? Sko það sem ég hugsaði fyrst var einmitt bara þetta út frá einstaklingi, ég meina segjum þetta væri minn ástvinur eða ég sjálf sem að þjáðist óbærilega og segja enga leið aðra en þessa, þá myndi ég vilja að þetta vera hægt. Það er þannig sem ég hugsaði það. Og ég hugsaði allir mína ástvini í þessu samhengi og mér er alveg hrikalegt að vita til þess að þeir myndi þurfa að fara í gegnum einhvern óbúslega erfiðan tíma fyrir dauðan og maður vill að fólk haldi sinni reisn og allt þetta. En svo þegar ég fór að hugsa þessa línu og hvað það þýðir að fara yfir hana og hvað það þýðir fyrir alla í samfélaginu, ekki bara þá sem er í þessum sporum heldur alla, að þá kom þessi ótti við þrýstingin og við það að við til dæmis hættum þá að standa okkur gagnvart þeim sem að standa höllum fæti vegna þess að þetta sé þá ykkur leið eins og er þarna í Kanada, við bara sinnum ekki líknandi meðferð, það er ekki í búði fyrir alla. Þannig en þetta er leiðin, þetta geta allir gert. Mér finnst þetta mjög óguvekjandi og það var þá sem ég hugsaði, ok, ég skal þá bara taka hinu, að þetta verði þá að vera svona og eins og líknarlæknarnir segja líka, við getum gert betur í líknandi meðferð, við getum meðhöndla langmest af þessum þjáningum og svo auðvitað getum við haldið okkur höndunum, við erum ekki að halda fólki á lífi ef það vill það ekki. Við leifum því að fara eða vill fara en við tökum ekki lífið af þeim samt. Þannig að mér finnst þetta, ég ætla að hugsa út frá sjálfur mér og mínu fólki, ég ætla að treysta líknarlæknunum, kerfin okkar til þess að sjá vel okkur og ef svo er ekki þá ætla ég að berjast fyrir því að það verði lagað. En mér finnst sko, samfélagið þarf að vera orðið ansi fullkomið gagnvart þeim sem standa höllum fæti til þess að við getum fara að ræða eitthvað eins og þetta. Og síðan náttúrulega hafa komið ennanur röku upp að ég meina, akkur þurfa læknar að vera involveraðir í þetta, akkur þarf lækni til þess að sjá þetta. Viljum við kannski að læknar sé í öðru? Akkur er þetta læknisverk? Hver er það að gera það? Ég hef ekki hugmynd. Nei, það er bara góð spurning. En það er ekkert sjálfsagt að það séu læknar. Það er ekki niðurstaða þín að þú kemst til að því að sko, við getum kallað þetta fordæmingu eða bara ákvörðun okkar menningar að þetta sé ekki í boði. Að það hafi bara kynslóðurnar og tíminn hafi bara haft vit á því að segja að þetta er bara no-no. Í mér finnst það eftir ég hef hugsað þetta djúpt. Og Það er okkur hættur oft til þess að gamle dagarnir séu heimskýr en nútíminn alltaf svo klár. Einmitt. En líka þetta að mannslíf er allt annað heldur. Þetta er einhvern veginn eitthvað sem ég held að sé mjög heilagt fyrir okkur og heilagra fyrir okkur heldur við áttum okkur á. Og ég held að forsötu góð samfélags er að líta svo á hvert líf sé heilagt. Einmitt og við reynum að gera vel og við getum fyrir hvern og einn. Og enn eitt dæmi, fólk með einhverju við er að fá dánaraðstöð af því að það er einmanna í þessum löndum. Maður hugsar, ætlum við ekki að taka þetta fólk inn í samfélagið okkar? Ætlum við ekki að reyna að leysa þeirra þjáningu öðruvísi? Ætlum við að segja, herðu, þú getur líka bara látið þig hverfa. Þetta er að mínu mati óbúslega óþægilegt þegar maður fer að kafa hún í hvernig gengur í hinum löndum. Þannig að leiðu opnar þess að gátt að þá eiginlega koma skilabóð til tiltekina sjúklinga og hópa að kannski segja bara best fyrir öllu að þú hverfið. Já, þú getur algjörlega upplifið það. Þú getur algjörlega upplifið það. Best fyrir þína ástvinni og best fyrir samfélagið. Einmitt. Steinunn, takk fyrir að koma og ræða þetta mikilvæga mál. Takk sömuleiðis. Og við sitjum hér áfram og ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við ætlum að ræða strandeldi sem við höfum svolítið gert. Það er frumvarp lagareldin í þinginu og það hefur valdið svona sveiflum í samfélaginu sem margir taka þátt í að ræða og það sýnir hversu mikilvægt þetta málið er og sýnir kannski líka að það er lífi í samfélaginu okkur, það er margir sem taka þátt í því og einn af þeim er Alfreð Sturla Böðvarsson, ljósamaður, maður kallaði það. Já. Þú skrifaði grein á Vísi. Já, akkurat. Fannst þið knúin til þess?
Já, mér fannst bara, já, ég var bara Má ég spyrja þig fyrst að því, svona, því að ég hef líka forutnað því, svona, hvernig fólk tekur þátt í samfélagsumræðinni. Já. Af hverju ákvæmst að skrifa þetta mál? Þetta hefur bara brunnið á mig svolítið lengi, hvað við Íslendingar erum svona kannski sinnulausir. Gagnvart sko spillingu og því sem er að gerast í þjóðfélaginu. Og ég bara sett bara á vegginn hjá mér á Facebook oft svona alls konar komment og mér fannst þetta bara vera orðið svo fáránlegt. Að þeir sem ætla að græða á þessu, hvað að ríkisvaldi raunverulega þjónar þeim? Já, að það er bara þeir sem er í fyrirtækjarekstri, þeirra hagsmunir ganga alltaf fyrir hagsmunum þjóðarinnar, eins og í útgerðinni og núna í sjókvíeldinu. Það er alltaf þeirra hagsmunir sem ráða öllum stjórnvaldsákvörðunum og þetta frumvarp er bara hreinlega hannað fyrir sjókvíeldið en ekki þjóðina sem á firðina og ég var bara sunnudaginn bara að lesa greinar þetta á viðtöl og skrifa þetta bara niður og senda inn og svo bara næsta morgun var þetta komið á vísi þannig. Fólk var að lesa þetta og fólk var að benda mér á þetta. Já, mér finnst bara sjókvíeldi er náttúrulega ofsalega ósjálf bjarga atvinnugrein. Norðmenn sko framleiða 1,2 milljónir tonna af eldislaxi ári en það þarf 2 milljónir tonna af fiski til þess að fæða þessi 1,2 milljónir tonna. Er ekki gefið soja líka fiskunum? Er þeim ekki gefið soja líka? Já, þeim gefið alls konar drasl en mörg Afríkuríki er að búa til fæði fyrir norska laxeldið sko mörg þúsund kílómetrar í burtu sko og kolefnisspor sko eldislax er 5 sinnum meira heldur en villtalaxins. Þannig að þetta er bara og náttúrulega fyrir utan alla mengunina af þessum iðnaði sko. Þannig að og ég fannst þetta bara orðið svo fáránlegt að ég var bara að láta í mér heyra sko. En það einhvern veginn er sagan svo að það byrjuðu ykkurir í svona eldi og svo gekk það svona upp og ofan og lengi vel heldur Íslendingar að sjórinn væri eiginlega og kaldur þangað til að það var farið að rukka fyrir leyfi í Noregi að þá allt í einu var hagkvæmara þótt að fiskurinn væri aðeins lengur að vaxa á Íslandi að þá var það orðið hagkvæmara því að leyfi voru svo dýr í Noregi og þá allt í einu bara fer þetta einhvern veginn í gang og allt í einu komið kvíar út allt fyrir vestan og fyrir austan. Algjörlega. Og þá kemur að Ríkisendurskoðun núna bara í haust bendir á að regluverkið þarna er bara ekki neitt, eða bara tætlum. Enda var þetta sett upp í tíð Kristján Þórs Júlíussonar, sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins og með honum var náttúrulega Einar K. Guðfinnsson, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins. Sem að skutla sér yfir. Já, sem var í forsvari fyrir þessi eldisfyrirtæki, sko. Þannig þessi 2 menn Sjálfstæðisflokksins voru bara að búa til þetta regluverk opna fyrir norsku milljarðarmæningana sem eiga þessi fyrirtæki á þess að hugsa nokkuð hagsmuni þjóðarinnar þannig að og þetta er náttúrulega gerst með útgerðina líka meina sko ég las daginn að sko útgerðin borgar 27 krónur fyrir hvert kíló af þorski en leigja þetta sína á milli á 500 krónur þannig að maður sér að virðið er margfalt meira heldur en þeir borga í ríkiskassan sko. Og fyrir þannig að Vinstri græn náttúrulega lækkuðu veiðigjöld á kjörtímabilinu. Þeir lækkuðu þig sko. Ekki hækkuðu, heldur lækkuðu veiðigjöld sko. Þetta er náttúrulega Vinstri grænir orðið náttúrulega bara hægrið sinnaði flokkur heldur en í Sjálfstæðisflokkurinn sko. En svo þegar stjórnvöld fara og við verðum að setja reglur að þá aðlaga reglurnar að því sem að þessi atvinnugrein sem að óks upp í svona einhverju villta vesturs stemmingu vill og þolir. En þetta bendir til þess að stjórnmálin okkar að þau séu ekki að venda þína hagsmuni. Nei, þau eru alls ekki að gera það og samkvæmt þessu frumvarpi þá til dæmis að gefa leyfin. Vinna gegn þeim. Já, bara vinna gegn öllum hagsmunum okkar. Þannig að ég skil ekki hvernig það hægt að leggja þetta frumvarp fram og ætlast til þess að allir séu sátti við þetta. Og þetta er náttúrulega mér finnst þetta bara svo absúrt sko. Þetta er eins og ég var að vinna í álfunni í Straumsvík og mér myndi bjóðast yfirvinna og ég myndi segja já, ekkert mál en ég þarf ekki að rukka fyrir sig yfirvinna, ég bara afsala mér þessum launum sko. Við erum bókstaflega að afsala okkur tekjum að þessu sko. Þetta er svo absúrt sko. Sem er þá auðlindarentan svo kallega. Já, eins og Norðmenn er búin að leggja núna. Þess vegna náttúrulega koma norsku fyrirtækin til Íslands vegna þess að hérna er miklu auðveldara að gera þetta allt saman.
Það sem maður þarf að borga fyrir í Noregi, það gefins á Íslandi. Já, það nákvæmlega þannig. Þess vegna koma þær hingað. Þannig það fyrst og fremst þetta, hvernig svona fyrirtæki og komast upp með það, eða stjórnvöld þjóna þeirra hagsmunum sem þeir ofböð. Já, og líka bara svona náttúrulega mengunin, umhverfisslýsin, hættan á erfðamengun í villtastofnin. Já, það náttúrulega mjög slæmt. Ég ætlum þessi 70% af villtalaxinum í Noregi orðin mengaður. Og íslenska lífríkið náttúrulega mjög viðkvæmt og íslenski laxastofnum bara kringum einhver 50.000 laxar sko. Þannig hann svakalega viðkvæmur fyrir öllum svona slysum og erfðablöndun. Þannig að í raun og veru ætti sjókvíaeldi, það ætti að banna sjókvíaeldi sko. Það alltaf leið með landeldið en sjókvíaeldi náttúrulega bara tifandi tímasprengja. Meina, sko, eftir nokkur ár verður villti laxinn í Íslandi bara horfin. Og hvernig ætlum við að benda á þá? Hver á þá að kenna? Þá eru allir náttúrulega stikkfrí. Það er ekkert að benda. Það ekki ábyrgð. Nei, vegna þess að íslenski stofnunum ber aldrei ábyrgð á okkur sköpum hlut sko. En af hverju heldur þetta sé svona? Ég hef stundum sagt þegar maður þylur upp dæmin, hvernig kvótinn er gefin Samherja og Brim og félögum. Þetta dæmi og miklu fleiri dæmi, og þá pröfum maður oft að segja svona, ef þetta væri frásögn sem að væri frá El Salvador eða Namibíu eða eitthvað, þá myndum maður spyrja hvar eru mútunar? Það stendur á því að stjórnvöld eru að gefa örfáum svona gríðarlega fjármuni. Nákvæmlega. Og við getum líka bara að tala stundum þetta byggingaréttur og eitthvað fleira sem er bara alltaf verið að gefa almannagæði. Akkurat. Og það getur ekki svarað þessu því að við viljum ekki trúa því að séu mútur þarna og það er fá dæmum það á Íslandssögunni að það hafi verið. En af hverju eru stjórnvöld svona ginnkeypt fyrir því að þjóna hinu sterka? Það er stór spurning sem þarf að reyna að svara einhvern veginn. Kannski erum við bara svo meðvirka hvort utanaðkomandi öflum. Við náttúrulega erum sko nýfrjáls þjóð og við höfum verið undir oki Normanna og Dana svo lengi að við kannski er það bara í þjóðakarakternum að við þurfum alltaf að lúffa. Sé tiltekinn hópur sem njóti allsréttar en við njótum einskisréttar. Já, svona elítan valdastéttin þarf að eiga þetta og ráða þessu skilur. Og ég veit ekki, það er eitthvað, kannski er þetta bara eitthvað í þjóðakarakternum. Við erum bara svo meðvirk og samdauina þessu. Ég meina, mér finnst þetta fáránlegt sko og ég skil ekki hvernig við getum þolað þetta hreinlega. Og akkur er ekki bara óverið þeirra götum úti oft. Meina að því að þegar svona frumvarp kemur fram þar sem við ætlum að sko gefa Norðmönnum firðina og við ætlum að eyðileggja lífríki íslenska fjarða að sko fólk skuli ekki flikkast út í götur og brjálað vegna þess að þetta er okkar Ísland og við erum að afsala okkur fleiri 20 milljarða tekjum vegna þess að bara af því bara. Það er undirskriftasöfnun í gangi. Já. Skora Alþingi að hafna þessu frumvarpi. Já. Það var 4.579 skrifað undir það núna. Já, sem er allt á lítið. Vegna þess að við erum einhvern veginn svo meðvitundarlaus. Heldur að almenningur hafi svona litla trú á því að hann geti breytt þessu? Ég held að það hljóti að vera hlutaskýringunni. Að við séum bara föst í einhverju verbúð sem aðrir stýra? Já, ég held að bara ef fólk kemst sko á útsölu í Kringlunum Smáralind og til Tenerife einu svona ári, þá held ég að fólk bara allt sé bara í góðum málum sko. Ég held að það sé máli og þetta er líka fjölmiðlar. Það er rosalega lítið af svona þjóðmála umræðu í fjölmiðlum og það fyrir mér þá er heimildin eini alvöru fjölmiðlin sem er að reyna að með einhver alvöru þjóðmála umræðu og hvað er til dæmis sko heimildaþættir áhrif kvótakjörsins á byggði landsins. Það var búið til leikinn heimildamyndu það sem heit Verbúðin. Já, það var nefnilega frábæri þættir, bestu þættir sem það gerð þeirra verið. En hvar eru heimildamyndinu og hvar er sko heimildamyndum áhrif krónuhagkerfisins á heimili landsins? Hvernig var að bera saman 4 manna fjölskyldu í Danmörku og Íslandi? Og sjá hvernig þessum fjölskyldu reiðir af. Við erum sko fangar krónuhagkerfisins og ríkissjóður er rekinn alltaf með halla vegna þess að þetta er tekjuvandamál. Þetta er ekki gjaldavandamál, okkur vantar bara tekjur. Okkur vantar tekjur.
Gefið eftir tekjurnar til einhverja hópa. Já, til útgerðarna til dæmis. Og eru þar leiðandi með ríkissjóð með halla og svona hálfgerði horrim og á gefna og að byggja upp grunnkerfi samfélagsins og innviði. Nei, og allir í samgöngukerfið, nú hefur umferð á vegu landsins margfaldast með túristum, en það má ekki rukka fyrir það. Sko bílaleigurnar og túristafyrirtækin, þau mega rukka útlendingana, en ríkið vill ekki skattleggja útlendinga. Manstu ekki eftir gistináttaskattinum sem átti að koma fyrir okkur ára síðan? Það var talað þetta fyrir meir en 10 árum held ég, sko. Já, og það mátti ekki koma með gistináttaskatt. Það í öllum borgum Evrópu gistináttaskattur og maður borga bara 2 eurur á nóttu, ekkert mál. En það mátti ekki gera á Íslandi vegna þess að Icelandair og fleiri voru á móti því, sko. Þau vildu rukka útlendingana eins og þau gátu, en ríkið mátti ekki gera það, sko. Það var eitt sem það var frétt fyrir svona 3 vikum, 4 vikum hvað væri illa komið fyrir vegunum í Dalasýslu og Vesturlandi og eiginlega Barðaströndinni og var talað sko þungaflutningarnir með laxeldið sem keyrður hérna í flug að hann var orðinn hættulegur. Það kom til að segja, var aldrei í þeirri frétt svona vangaveltur það að hvort þeir ætti ekki að borga eitthvað fyrir að nota vegina því að einn svona trukkur full hlaðinn, hann eyðir sko veginum eins og allur bílaflóti Vestfirðinga. Nákvæmlega. Það er svo mikil stigmögnun í því að eftir hvað þeir þungi að þessi litlu bílar sem að keyra til vegunum að þeir eyði ekki neitt í samanburði þetta. Það kom aldrei fram í þessar umfjöllun að fiskeldisfyrirtækin ættu að borga vegina sem þeir eru að spæna upp. Heldur var það krafan að við verðum að hafa góða vegina til þess að við getum flutt út fiskin þeirra. Þetta er svona spurningu, þetta sé þetta sjónarhótt sem við erum að tala að það er aldrei tekið með eiginlega inn að það sé þjónkun við farið fyrirtækjaeigendurna. Þeir eiga heimtingu og við gerum eins og í sæðisargrein, ef við finnst skull á hálendinu við myndum gefa það strax. Við myndum bara gefa hálendið. Af því að það kom einhver námufyrirtæki bara og segja við viljum grafa hérna og við viljum fá veg hingað. Og eru best til þess hæf að grafa eftir gulli. Já, samgöngulega myndi bara leggja veg fyrir það bara. Þú gæti ekki að grafa eftir gulli, það? Þú gæti ekki að grafa eftir gulli? Nei, nákvæmlega. Nei, það er lett að láta þá svona kunnað að fá þetta. Já, mitt. Þetta er einhvern veginn stemming svolítið. Stjórnvöldum myndi bara leggja vegi fyrir námufyrirtækin frítt, af því að þannig er þjónkunin alltaf við fyrirtækjaeigendur. Þeir eiga heimtingu á öllu og við eigum bara að skaffa þeim alls frítt, Herðu, eitt er svona stjórnmálin og þú nefnir líka fjölmiðlana að það mætti vera meiri svona greining og það sem miklu krítískari fjölmiðl. Já, það sem heimildin gerir, hún greinir oft skrifa greinar fiskeldi til dæmis og margt fleira. Við erum náttúrulega 24 tíma sólarhring með samfélagsumræðu. Almenna. En það sem þú ert kannski að gagnrýna er kannski RÚV og félagar. Það sem eru með það kannski segjum eins og fiskeldið, þá er svo stilt upp þannig í staðin fyrir að RÚV bara greini ástandið og segja okkur sem skýrast frá hver staðan er. Að þá kemur þú og segir eitthvað og svo næsta kvöld kemur ykkur annar og segir eitthvað allt annað og svo þriða kvöldi kemur svo þriðji og segir eitthvað allt annað og við erum eiginlega engu nær, við heyrum bara ólík sjónarmið Algjörlega. Þetta er bara svona tilkynningafréttir. Það er ekki verið að grafa ofan í hluti, það er ekki verið að spyrja ráðherra gagnrýninna spurninga. Bjarki hefur aldrei verið spurð af hverju ertu að gefa þessi leyfi. Ég hef ekki séð viðtöl við hana þar sem hún er bara bókstaflega spurð því af hverju ertu að afsala þessum tekjum. Hún er ekki spurð því beint. Nei. Þannig að ég hennar svar óbeint, hún var nú í hvað heitir það, Silfrið? Já, í gær. Já. Og svona óbeina svarið hennar er þannig að það væri eiginlega markmið frumvarpsins að hafa gótt regluverk í kringum þetta sem myndi gæta almannahagsmuna og lögfræðingarnir hefðu sagt henni að það væri best gert með því að gefa leyfin. Já, hvaða lögfræðingur er það? og það hætti ekki að rukka fyrir þetta. En hún var aldrei spurð í Silvegis í gærkvöldi af hverju ertu að gefa þessi leyfi? Af hverju ertu ekki að rukka fyrir leyfin eins og Norðmenn gera? Það var aldrei bent á það að Norðmenn er að leggja 35% skatt á þetta. Af hverju gerum við það ekki? Ég held að hún hafi komið svona næst í að segja eitthvað í þá áttina í gær að þessi iðnaður eða ég veit ekki hvað þið kallir þetta er komið lengra á veg í Noregi. Já, hún var með þá hugmynd. Já, hvaða máli skiptir? Þannig að við þurftum að fara sömu leiðin og Norðmennirnir áður við byrjum að rukka. Við bara getum gert það sem við viljum, Hún á að gæta hagsmuna almennings. Hún á að gæta hagsmuna þjóðar, en hún er ekki að gæta hagsmuna fiskeldisfyrirtækjanna, Þau bara koma okkur ekki við,
En ef þetta er þannig að stjórnmálin gæta hagsmuna hérna sterku, fjölmiðlarnir hjálpa okkur ekki til þess að greina ástandið eða þannig við skiljum það. Nei. En svo er einhver umræði í samfélaginu. Þú ferð og ég veit ekki hvort þú farið í heitapottin eða þú hittir ykkur á kaffistofunni og hittir fólk hér og þar. Þannig að þú hittir umræðu almennings. Hvernig er hún byggð á þessu? Sko stundum er maður bara talin vera svona vinstri sinnar öfgamaður. Já, sem það þykir slæmt eða eitthvað? Af því maður bendir á eitthvað og af því að flestir vilja bara hafa þetta í rólegheitum og vil ekki vera rugga bátnum og mikið og þannig verist vera til dæmis hjá Ríkisútvarpinu eins og Kveikur er eitthvað svona rannsóknarþáttur og þeir eru bara með eitthvað smámál. Þeir fara ekki í neinn stór mál eins og Landsbankinn ætlaði að kaupa TM daginn og þá er tengt Kvik og svona, það hefur verið rakin mál fyrir Kveik til þess að kafa ofan í. Þarna var eitthvað í gangi sem við sem ekki hvar og sjókveildi, það má skoða það, afurðastöðvamálið, það sem afurðastöðvarnar eiga bara að haga sinni verðingu eins og vilja. Það er stórmál. Þetta er alltaf stórmál sem þáttur eins og Kveikur á að fjalla en þeir fjalla bara eitthvað smámál. Eitthvað smottir í sem skiptir engu máli. Kannski búðarnöfl eða eitthvað. Já, daginn var eitthvað hundar sem fóru gegnum Keflavíkurflugvöll, eitthvað svona algjört svona bara rugl. Ég skil ekki akkur að það er ekki sjónvarpið, að því ég nú vinn í sjónvarpið. Mér finnst þetta svolítið svona brennur fyrir mér að sjónvarp er ofsalega sterkur miðill og með því að kafa á henni máli í sjónvarpi og matreiða þannig að fólk getur mynda sína skoðanir út frá málið. Það er sterkasti miðill en hann er algjörlega hlutlaus og ónýtur á Íslandi því miður, bara algjörlega ónýtur Kveikur á sínum tíma tók fyrir mál það sem að svona gerandinn eða það var að vera að beina sjónum að bara valda miklu fyrirbrigðum eins og Samherja og það fólk sem að það gerði það hefur eiginlega bara verið ofsótt og það kann að vera ástæðan fyrir því að Kveikur vill freka fjalla það sem að gerendunir eru kannski einhver óljósir glæpa menn sem að stela í búðum eða smálánafyrirtæki en það er enda smálánafyrirtækin þau voru áður, var eitthvað svona dúbjus gæjar sem að fóru og eiga núna það sem ég held ekki kalla núna eða eitthvað, núnu en umsvefamestu í smálánum núna eru eiginlega Síminn og Kvikabanki En það fannst mér vanta í samantektina þeirra það hvernig skráð fyrirtæki, stórleiti í eigu lífeyrissjóða, eru allt inni komin inn á þennan marka þar sem er verið að ná 45% vöxtum út úr bláfáttöku fólki. Mér finnst það vanta í umfjöllina, þetta snýrst alltaf með þetta að vera svona eins og persónulegu vandi þeirra sem að lentu í þessu, en ekki það að þau hefðu orði fyrir annars vegar fátækt og hins vegar það að við erum í samfélagi það sem að svona einhverja hýjenur fá að ráðast á fátækt fólk og rífa það í sig. Sem er miklu stærra mál. Það má aldrei rugga báttum á mikið, eins og núna María Sigrún, með Dag B og olíustöðva lóðirnar. Þetta er stórmál. Þetta er greinilega stórmál og það þarf að virkilega kafa ofan í það og finna út úr hvað er að gera þarna. Við höfum aðeins fjallað þetta og ég sló á það að með þessari aðgerð þá hefði borgaryfirvöld búið til svona 8 milljarða verðmæti sem er færðu 3,2 olíufélögum. Gáfið það. Já. Og maður skildi ekki tilgangi vegna þess að líklega er þróunin hvort sem er að bensínstöðum mun fækka. Við sjáum það bara hérna fyrir neðan að það er orðin 1 pumpa en það eru eitthvað 6 rafmagnsdælur. Já, einmitt. Þetta er alltaf með stjórnum þar en þá eins og þú segir, hvernig stendur á þessu? Er einhverja mútur í gangi? Er einhver þrýstingur? Það er fyllt af lobbyum náttúrulega að vinna en hvernig stendur á því að mennum dettur í hug að gefa olíufélögum lóðir og akkur er ekki farið ofan í sauman á þessu máli akkur er ekki farið heim til dags og hann spurður þetta af því við þurfum að vita þetta og við höfum heimtinga að vita þetta En þetta er því að þú sagðir áðan að þegar maður talar eitthvað svona að þá maður sakar að vera, mann ekki orða svona vinstri villingur ykkur
Ef að það stemmingin í samfélaginu, svo sem gaggrínir, eða svo sem að vill benda á að þessi verið að ganga á almannahagsmuni, sem að ég held að ef þú myndir spyrja Íslendinga, taki bara alla Íslendinga fyrir og farir í svona djúpviðtal við þá er það líklega sko 80% af Íslendingu sem eru á því að hér er verið að hyggla hinnum sterkum. Þegar það er spurt kvótakerfið, að þá er þetta eitt af mest afgerandi niðurstöðunum að almenningur upplifir það að kvótakerfið færir fé frá almenningi til örfára. Og ég minnir að það sé yfir 80% svara því. Þetta er svona almenn tilfinning, en svo þegar þú hittir fólk í pottinum bara. Fólk í pottinum, að þá ef þú talar almenningshagsmuni, þá er þú að skemma partíið. Þá er þú hættulegur, þá er þú að raska jafnvæginu í samfélaginu. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega mjög óeðlilegt ástand. Þetta er bara afskaplega óeðlilegt. Þeir sem eru að skópla peningunum til hennar ríku, það eru þeir sem eru að raska jafnvæginu í samfélaginu. Já, og ég bara hreinlega skil ekki af hverju fólk er ekki miklu meira að ræða þetta og miklu brjálaðara yfir þessu. Vegna þess að þetta er ekki svona í nágrannlöndum okkar. Þetta er ekki svona í Danmörku eða Svíþjóð eða Noregi. En þetta er á Íslandi. Það sem við erum að gefa hlutina frá okkur, sko. Ég held líka að það sé ríkari hugmynd á Norðurlöndunum að ríkið séu við almannahagsmunir. Ég held að sé ekki sterk tilfinning á Íslandi. Ég held að sterkari tilfinning sé að ríkið þjóni hinum. Og þetta er líka, stjórnmálamönnum, þeir komast upp með hvað sem er, mannst ekki Mónu Salín, þegar hún keypti kjól með kreditkorti ríkisins, hún þessi af sér. Það myndi aldrei gerast í Íslandi. En samt hafa margir sagt af sér. Já, það er neyðst til að gera það. Bjarni sagði af sér, eða hvað vil kalla það. Sigríður Andersen, Hanna Birna, Sigmundur Davíð. Örfáir hafa gert það. Já, þetta er samt sko, svo horfir á ríkisstjórnum eftir hrun, það er náttúrulega hrunstjórnin, Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn sagði af sér út af kröfu almennings. Panamastjórnin, hún sagði af sér og boðaði til kosningar enda með svolítið löngu fyrirvara. Það var ekki bara Björt Framtíð sem að hljóp úr skaftinu með stuttlífu ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Þetta var það að því að bara þegar fréttin kom að þetta hefði verið pabbi Bjarna Ben sem að verið að hilma yfir. Ég man hvar ég var í bílnum þegar ég heyrði þetta. Því þetta var rísa frétt. Það sko Sjálfstæðisflokkurinn væri bara komin í það að venda fjölskylduhagsmuni og dómsmálaráður að segja ósatt og allt saman. Þannig það var líka út af svona bylgju. En hvað er sá maður í dag? Forsætisráðherra. Gullfiskaminnið. Það er svo mikið. Það er alltaf skrýtna. Það er svo almenningur geti bæði verið sko kröftugur, en svo einhvern veginn látið allt í þessum ganga. Sigmundur Davíð er ennþá á þingi, með stóran flokk. Mjög góðu skapi. Já, sem er ótrúlegt. Ég bara skil þetta ekki, sko. Þegar menn eiga að hrökklast að þingi, þá er það bara ekki vera á þingi. Þú ert alveg uppvísa að svikum og hvernig áttu þér í það leið tilbaka? Ég bara skil þetta ekki. Þú ert bara að fara að gera eitthvað annað. En hann hefur haldið í fram að þetta hafi allt verið eðlilegt og þegar hann fær endur álægningu þá hafi það verið eitthvað bara því eðlilegasta mál. Það var nú við fleiri svo sem. Herðu, þetta er staðan á samfélaginu. Já. Frá sjónarhorni þínu. Því miður. Við þurfum að reyna að gera eitthvað í þessu. Eitt er að því að byrja að tala um þetta. Og það sem að við erum að gera við þetta rauða borð að við fáum alls konar fólk til þess að tala saman. Og ég er að reyna að gera kannski margt í einu, en eitt af því sem við langar núna er að ná inn svona umræðu venjulegs fólks. Við höfum boðið fólki sem að hittist á morgnana og ræðir landsliðsgagnanir sinnar, sem er svona umræðu vettvangur, sem er kannski öðruvísi heldur en svona það sem að við sjáum sviðsett í Silfrinu eða þessum þáttum eða í Kastljósi. Þannig að því að svo umræða sem að almenningur á sín á milli, ég held að hún sé eiginlega vanmetið mikilvægi hennar. Því að það komið þess fram í þessu samtal okkar að þeir út að tala um að þegar þú gefur eitt gagnrýnin á einhverju svona þar sem almenningur bara hittast og ekki í sjálfu sér að verja einhverja tiltekna hagsmuni, að þá er það frekar litið svona, þykir það svona erfitt ef að einhver er að tala um hvað er að. Eins og við séum einhvern veginn undarlega meðvirk. Maður þykir róttækur, sko. Maður þykir róttækur að benda á það sem er að, sko. Maður þykir svona vesenis
maður sko. En róttæknin náttúrulega hjá stjórnvöldum sem að vilja gefa firðin okkar. Það var gefið landsmenn börðust fyrir því að færa út landhelgina, en þess að fólk vissi það að skilyrði til þess að búa til gott samfélag væri að við næðum landhelginni til okkar, en hún fær ekki til þess að byggja upp byggðir í Baskalöndum eða á Bretanskaga eða á austurströnd Englands. Þannig að við náðum því, en svo var þess að bara gefið frá okkur sko. Og það var lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fyrirtækjaskattar, það voru lækkaði skattar á fjármagnstekjur, það var stórkostlega samfélagsbreytingar. Þetta er róttæknin, ef þú vilt tala hvað raskar samfélaginu mest, að þá það stefna stjórnvalda undir 30 ár. Nákvæmlega. Ég held að þú sett bara maður sem óska eftir því að við skrúum aðeins niður þessar róttækni sem hefur verið þarna. Já, ég held áfram að vera vesinismæður í pottinum sko. Herðu, Alfreð, takk fyrir að koma hingað og spjallaðu mig. Takk sem leys. Og við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja samfélag sem við lifum í. Ég held að við séum að leiðin í leikhús. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá komið að leikhúsi hér við Rauðaborðið. Við höfum haft þann háttina á í vetur að ég sendur í leikhús og horfi á einhverja sýningu og svo reyni ég að segja ykkur kannski undan á ofan með hvað mér fannst. En ég gerði það fyrir framan aðstandendur sýningarnar og ég fór á Fúsa helgina. Og hingað eru komnir höfundarnir. Sigfús Sveinbjörn Svambergsson, kallaði Fúsi. Já. Þú ert einn af höfundunum, þú ert leikari og þú ert eiginlega viðfang sýningarinnar. Já. Hún þig. Já. Til hamingju með þessa sýningu. Takk. Og frendinn, Agnar Jón Egilsson, sem er höfundur, leikstjóri. Já. Og leikari. Já, og frendi. Og frendi. Fyrst og fremst frendi. Já. Svo kannski leikstjóri og höfundur. Já, þetta er svona sérstök sýning, af því að hún er svona, þetta er rannsóknar, ég til eitthvað sem heitir rannsóknarleikhús eða er þetta ekki svoleiðis? Við kallum þetta heimildaleikhús, en það er svo sannlega búið að vera rannsóknarvinna meðal hans í að ná í heimildir og staðfesta heimildir og alls konar. Að einhver leit er þetta þannig, en svo er þetta það sem að maður er að sjá þitt líf og svolítið heiminn út frá þínu sjónarhorni. Mér finnst það mjög sterkt. Og líka bara einu að þetta sýning er frá alla minninga mína, fjölskyldu mína og mömmu hans. Við erum systur sínir og ég er mjög ánægður að fá bókarleikhús frá Brynhildur Guðjónsson að leikbókur kom hit en hús. Það er víst alveg stórmerkilegt sko, vegna þess að Það er því að fengið inni? Já. Við komum ekki Akkur sér það? Vegna þess að venjulega er einhver styrkur sem fylgir sýningum sem fara inn í leikhúsin. Við vorum við æðum bara einhvern veginn í gang og leggjum að stað með sýningu tilraun eða ævintýri. Og Fúsi er alltaf búin að vera í Borgarleikhúsinu í marga áratugi og er alveg þekkt stærðin í húsinu og það kannski hans velvilji gagnvart Fúsa en í húsinu hefur líka ýmislegt að segja með það. Við endum hann inni. Og lengi bara einu meðan við byrjum saman þá var ég með leikópunni minn sem heitir Bersan. Já, í bara áratugi inn í Borgarleikhúsinu. Fúsi er náttúrulega miklu meiri stórleikari heldur en þú, Agnar. Já, það vita allir. Það er alveg verið mál. En markmiðið var ekki að ég endaði á sviðinu, sko. Það var það er partur á rannsókninni. Þú byrði í skólan að mynda mér. Já, en þá varst þú búin að vera að leika lengi. Lengi undan mér, sko. En markmiðið var ekki að ég endaði á sviðinu. Já, en að þú ert á sviðinu í svona svolítið sérstöku hlutverki, af því að maður fær svona tilfinninguna að það sé ekki alveg klárt handrit að þessu og þú ert eiginlega að stýra
svona, eða eins og spyrill, bara eins og ég er að gera, Já. þá þetta stýra Fúsa. Sko ef að þetta leikrit sem við erum með okkur núna héti Aggjafúsi þá væri þú ég og svo myndum við standa upp með hjálp einhverja leikara át í bæ og leika einhverja senur úr lífið okkar saman En að því að þetta verið rannsóknarleikur sem heimildarleikur þar sem að ég sitt út í sal og ég læri sitt líf og kannski síður svona þitt sjónarhorn og hvernig þú manst. Ég held að það skiptir máli í þessu. Af því að maður hugsa svolítið að með maður að horfa. Að ég er að horfa á það sem að þú manst, ekki bara það sem að gerðist. En það sem að ég verið að velta fyrir mér að þetta er rannsóknarleikus, þú ert náttúrulega uppkvöta ævi þína og hver þú ert upp á sviðinu. Já. Stundum koma bara minningar sem hafa ekki komið upp aftur. Já. Þannig að þú ert annar núna en áður en þið byrjuðu að sína. Þú er breyst. Já. Og margt breyst í þínu lífi. Já, þegar ég byrjaði í bókarleikus var ég með sem heitir Berlan. Já. Og En heldur þessi munur Fúsi á því hvernig lífið þitt er núna frá því að við byrjuðum að gera Fúsasýninguna og þá núna eftir Fúsasýninguna. Það mikið betra að gera Fúsasýninguna núna. En hvað búið að breytast í lífið þínu? Allt saman. Eins og hvað? Ég veit það ekki alveg. Það er eitt sem kemur fram í leikritinu er að þú fórst og hittið mömmu þína. Já. Þannig að það er held ég hljóta að vera mikil breyting. Já, ég fór út í febrúar. Og það var þannig að ég var að sýna þessum degi. Ég Fúsa. Svo þegar ég kom heim, svo kom maki til mín á mánudag og sagði við mig að við þurfum að tala saman og ég bara ég glápti. Þú hélst að þú gert eitthvað af þér. Já, ég bara erum þið að skamma mig og það þannig að ég kom inn í búkar og okkur kaffi og það var Stína Magga sem fyrstu konan okkar í sambýli og hann Arnþór. Og Arnþór er vinur hans Fúsa sem vinnur með hann líka? Já, og ekki líka. Og hún sagði, Fúsi, hún ferðu í ferðalagi í febrúar. Ég bara, Hvað fannst þér? Þetta var meira Þetta mömmu mín sem ég ekki búin að sjá hana í 81. Já, sem 1981. Sko, þetta er ekki sjálfsagt að komast í svona ferðalag. Bara fjármálaliðina sem ég flókin, það þarf að fara einstaklingum með Fúsa með honum og sá aðili er á launum allan sólhringinn og náttúrulega eðlilega sér ekki upp og halda á sjónu sér. Þar sem að þetta er ekki ferðalag til þess að bjarga líf hans, þá tekur ríki ekki þátt í þessu. En af því að við vorum að setja upp sýningu sem að Fúsi er búin að vera á sýninga og höfundalaunum gagvart, þá áttum pening. Og það sem er eiginlega ennþá merkilegra er það bara að því að hann er þú ert vel liðin og þau eru vinniðinir, þá gefur sambýlið eða starfsfólk sambýlið Fúsa það að hann borgar ekki aukalega fyrir vinnu þeirra með hann úti. Og það er risastór gjöf. Og þetta er líka, ég held að þetta væri afmælisgjöf hjá sambýlinu. Frá þeim til þín. Já. En mamma þín, hún er risastór persóna í leikritinu. Já. Það er líka, fóstumamma þín? Eða ég veit ekki hvað, amma þín?
Allt konur sem eru hérna, stóra personur í þínu lífi. Það er ein kona sem er líka í verkinu sem hlýtur að vera stór persóna í þínu lífi, en er ekkert svo stór í leikritinu. Það er konaðinn. Já, en við erum að breyta sýninguna. Þegar hún þá kemur hún engi fram. Já, þú meinar að því að, já, sko, það er hérna... Það er smá prakkarleiti í okkur hérna. Það er hérna, sko, hún vill ekkert endilega sjá allt, sko, sjálf. Þannig að við drögum úr atriðinum með kæristunars Fúsa, þegar hún í salnum. Og þau blásast aðeins út ef hún En þegar þú varst, þá var hún ekki. Þannig að það minnkar ennþá meira. Þegar, hérna, þannig að þetta er kannski dæmi bara samþykki. Þetta er eitthvað ég ætla að spyrja það hvernig hvað upplifun hennar var af sýningunni. Hvað fannst henni? Hún segja þetta mjög góð sýning. Fannst henni gaman að sjá sjálfa sig upp á sviði? Nei. Nei, og það er svona kannski virðingin sem við erum að reyna að fara eitthvað milli þegar við kannan á. Við stoppum þegar hún ekki, þá verður hún á leikritinu. Það er eitt sem er mjög áhugavert þarna sem er hvort sem við erum að tala ástina eða samband Fúsa við pappa sinn eða mömmu sína. Stundum á leiðinni að þessu, og því við erum búin að tala saman að nokkur ár að svona grafa upp sögur, þá er minnið fast í einhverjum einum viðburði. Samanber sagan föðurinn og jólin. Svo þegar við erum búin að fara yfir það og fara í gegnum það og þegar við komumst að því að það eru fleiri útgáfur til að þeim minningum, þá allt í einu rofnar til og verður til pláss fyrir þá koma fleiri minningar við yfirborðið. Það er eins og það hafi verið sko stundum svona, manstu myndir bara þetta pappa þinn. Já. Veist, svo þegar við byrjum að tala meira mann og alls konar, þá byrjaði þú að muna að hann hafi hata íþróttir og alltaf verið að rífast við Bjarnar Felixson í útvarpinu. Og líka bara einu þegar bróði pappa kom. Já. Fór Þegar kom á sýninguna? Hann kom tvisar. Hann kom fyrst og hann hostaði svolítið í salinu þetta er nú kannski ekki alveg rétt og svo tölum við saman eftir sýninguna. Svo kom hann aftur til að athuga hvort við höfum ekki lagfært þetta. Það var mjög gaman. Eitt sem að maður hugsar þegar maður situr út í sal er að Fúsi, þú manst eiginlega mest það sem að fólk hefur gert þér gott. Já. Og það er bara þannig að til dæmis eins og með Sólheima og þá hefur maður grunum að sé ykkur svona meiri sorg á bakvið en einhvern veginn er sögumæður þannig að það er svo stórt það sem hefur verið gert gott við þig. Það skikir eiginlega allt. Já. Og ég þú minnir mig á Sólheima. Þegar ég fór á Sólheima þá var ég að rífast og ég segi, komdu með útvarpið. Þetta er til dæmis, það er svolítið gaman að kafa dýpra inn í sögur sem ég er búin að heyra sinni að ég var barn. Fúsi er búin að segja mér frá þessu útvarpi, heldur hvað, 200 sinnum? Nei, 20 sinnum. Þú veist að það er greinilega áfell af það sem að er bara gengur út á, það er eitthvað gengið á réttans, svo þú skoðum þetta frekar. Þá er þetta ein af stóru svona siðferðilegu spurningunum sem við förum inn gagnvart okkur sjálfum og hvernig við viljum vera sem sögumenn vegna þess að það er bara bannað að gagnrýna Sólheima á Íslandi. Já. Ekki það það er alls ekki bannað en það er svo sannlega ekki hefð fyrir því og það er ekki byrjað. Og ég meina það er alveg og það er svo greinilega verið mjög mikið að góðu fólki þarna en mér leið þér alltaf vel að Sólheimum Fúsi. Já, ef það takum út var með fram. Já, meina fyrir utan það?
Ég er reiður. Já, en þú varst samt sem að 9 ára strákur sem var skutlað upp í sveit og þú varst eftir þar. Veist, þetta er dramatískur og mjög alvarlegur hlutur í lífi Og barns. þegar mamma fór að segja ég bara, hvað er mamma? Og ef að regluverkið er það sterkt að það má ekki dreifa huganum á sama tíma, þá er þetta bara hluti sem við höfum eftir að skoða sem samfélag. Og við erum kannski mögulega núna með öllum þessum samfélagslegu byltingar sem hafa verið í gangi. Komið þannig stað að við getum skoðað þetta. Það var verið að skoða, og þá erum við líka að tala um að gera það með einhvers konar samúð fyrir öllum. Hún heldur þú að mamma þín hafi verið að vera vond þegar hún skildið eftir? Nei. Ég held ekki heldur. Það var emmitt fyrir hana að taka mig út. Og ég get ekki meira múti þegar mér sem byssu að löggu Svo er náttúrulega alls konar hluti sem við segjum ekkert frá. Ég meina, maðurinn hennar, Hólmfríður mömmans Fúsa, var í sjóhernum og þau voru okkur neyfibeysum hér og þar út allt og fatlaði strákar á þessum tíma voru bara settir í næstuð í búr, sko. Þannig að við höfum verið svolítið að ræða þetta líka og fá einhverja sátt yfir því að hafa verið skilin eftir. Þá er ég ekki að tala um að vera skilin eftir á Sólheimum. Heldur hreinlega hafa ekki fengið að búa í Bandaríkjunum. Mér fannst það svolítið fallegt í sýningunni að sko sjónarhornið, ég upplifði það. Sjónarhornið er mann sem að er svona eins og þakklátur fyrir það sem hefur verið gert. Það verið svo stórt. Og stundum þegar ég situr í sal þá sko efast ég samskiptin. Af því að hann segir að þú veist þau eru mikil og svo þau tengd einhverjum jólum og ég segi þetta vegna þess að bróðurinn af mömmu Gunni dó, hann veiktist sem barn í spönskuveikinni og var sagt að hann hefði aldrei komist til fulls þroska. Hann var með þetta sjónarmið, hann var eins og götusópari í Hafnarfirði, alveg dásamlegur maður og allir elskuðu hann sem kynntist honum. Og eitt af því sem var svo einkennandi í öllum hans frásögnum mannafólk var alltaf að hann mundi eftir eitthvað sem einhver hafi gert gott við hann. Það var svo stórt að það bara yfirskyggði allt annað. Þannig að stundum skildi maður ekki hvort það var verið að segja manni sögun eins og hún var eða hvort það var sjónarhorn hans og maður gæti hugsað á bak við þetta væri kannski eitthvað sem hefði verið. Já, ég meina sko, við veljum alveg hvað við segjum úr sögu Fúsa. Sumt er of persónulegt og of sársökufullt og ég er ekki sálfræðingur. Ég er ekki geðlæknir og ég á ekki sem sviðslistamaður að fara inn í hluti sem geta meitt. En við erum búin að tala saman að í opnum samtali í langan tíma og allt sem kemur upp er það sem endar þarna. Ég fer ekki þannig að ég fer einhvern veginn og sæki hluti sem mig langar að dramatisera. Það var ekki mitt starf. En ég er svo fegin að koma í þetta hús og ég er að meina tónleikurs og bókarleikurs er mikið stærri í hjómlastónum. Já, meina þessu gott aðgengi fyrir fatlaða sem skiptir okkur miklu máli. Það er eitt sem er alveg svakalega mikilvægt og bara gott að nota þennan vettvangur til að koma því að. Við lengjum sýninguna stundum svolítið og fyrstu skipti sem það gerist þá eru þó nokkrir fatlaðir einstaklingar sem voru strandaglópar í Borgarleikhúsinu vegna þess að ferðarþjónusta fatlaðra býður sko ekki 20 mínútur eftir eitthvað sem er setn út af leiksýningu. Og að það skulle hafa gerst á sýningunni okkar einhvern veginn gerir gjörningin ennþá sterkari og það er eitthvað svona það er eitthvað rammi sem við erum ekki alveg búin að ná utanum sem samfélag. Já, sem samfélag. Og það er það einhvern veginn það er hægt að búa til skipulag þar sem manneskjugildin eru inni í, skilur. Excel getur alveg verið með broskallum. Og það er eitthvað svona okkur fannst þetta alveg gífurlega erfitt og leitt að það skildi gerast þessum tíma en í rauninni algjörlega frábært að ég geti verið hér og sagt þér frá því og við getum verið hér og talað um það að þetta er náttúrulega bara alveg ömurlegt og að fólk sem að þarf að nota
nota ferðarþjónustu fallara, að því sé bara gert að skemmta sér með öðru fólki fyrir klukkan eitthvað og eftir klukkan eitthvað og alls ekki á þessum dögum. Þetta ekkert í lagi, sko. Herðu, Fúsi, finnst þið gaman að leika í þessu leikriti? Þú leikir svo mikið. Já. Það svolítið annað að leika sjálf á sig. Já, og leika bara einu að fá 2 leikana með mér. Ég meina að Vala, Halldóra, Þórunn, Arna og hann heitir Bergur. Það voru gaman af að þau að segja. Mér minnst segja frá og þau leikur leikritið á mín. Þau leika þig stundum, eða ekki? Já. Hver leikur þið best? Halldóra. Halldóra leikur þið best? Já. Er það því þið eru svo lík? Nei. En þegar þú ert að leika sjálfa þig, þú hefur leikið, það kom nú fram í leikritinu, þú hefur leikið Úlfinn í Rauðutum. Já. Ertu kvíðinn þegar það er sýning? Nei. En núna verður afmælissýning, þú verður 60 á laugardaginn. Og ekki minni að svona. Þá ætlar að vera með hátíðarsýningu. Já. Eigum að hafa hana 4 tíma? 4, nei. Það er alveg brandari hvað. Já, og leika bara einu að Brynhildur, hún sagði við okkur velkomin í Borgarleikhúsið. Sko, við vorum alveg vissum alveg hvað við vorum að biðja þegar við komum inn í húsið. Það þyrfti að gera þetta alla leið á forsendum svona inngildingapakka hans. Aðeins við kannski alveg vissum hvað það þýddi þegar við komum inn, en partur af því var til dæmis að ef að því við erum samstarfsverkefni, ef að hús auglýsir sýningu með fötluðum listamanni og ætlar að tikka í það politika box, þá verður sá aðeins að vera settur fram sem alla leið, sem sagt, og vera bara á plakati og vera framan á bæklingnum og allt það. Og það er ekki hefð fyrir því með samstarfssýningar. Og þau keyptu það bara á nóinu og það var tekið brjálæðislega vel á mót okkur. Já. Og manstu þú að taka myndina á horfið loftið fyrir bæklingu? Já. Ég meina hvað, voru 2 tíma á horfið loftið og allir með hálsi og það var ekki Fúsi sem var með vesen, sko. Við nöfnum engin nöfn. En það var bara leið og þetta gert og það sem ég tók ofslega mikið eftir Fúsi er það að þegar við vorum búin að æfa kannski í 2 vikur í húsinu þá þá hætti fólk að sinna okkur með einhverju sérstöðu og það þá erum við þarna inni bara þegar við erum að búa til list. Það er ekki á forsendum fötlunar eða heimildaleikhús eða því við erum frændur eða sem utankomandi samstarfsverkefni, heldur allt í einu verður þetta bara svona sjálfsagt. Það er held ég stór sigur. Mér langar að spyrja þig, Haggi. Já, spurðu. Þú sagði með mig að Brynhildur tekur móti okkur. Hvað fundur eftir þessu með þér? Það fullt af fundum sem þú komst ekki á. Ég meina fyrst, sko. Já, fyrst voru nokkur fundir áður en þú komst. Og Davíð og listan landamæra, af því að Fúsi var partur af 20 ára afmælis ári þeirra. Þau voru hjálpa okkur að framleiða og mjög stór partur af öllu framleiðsluferlinu framan af. Men og svo lögum bara stað, fengum enga styrki, en menningamálráðuneyti kemur svo sko í rauninni í kringum frumsýningu og eftir frumsýningu kemur inn einhver smá penning frá menningamálráðuneytinu og þetta er mjög lítið styrt, sko. En svo vill bara þannig til að samfélagi tilbúið að horfa á svona sýningu í dag. Þannig að Þú var ágætlega vinsæl. Já, og ég meina við lögum að staða með ævintýri sem hefur bara getað tekið 3 sýningar og allir mjög glaðir. En við erum að fara í 20 sýningar og fyrir vikið erum við búin að fá laun fyrir höfundavinnu og alls konar hafa gaman að þessu, sko. Og líka bara Og þú getur haldið afmælið í húsinu. Já. Það er nú ekkert. En mér langar að spyrja þig annan.
þegar brennendur tala með því og óska okkur velkomin til húsins, hvað segir hún mér fyrir? Hún sagði, eigum við ekki að fá Fúsa á fund? Svo sagði hún verið velkomin í húsið, þegar þú varst komin. En ég mig grunaði nú samt hún var að fara að segja verið velkomin í húsið. Já. Ragnar, hvað finnst þér að þið hafi búið til? Mér finnst að við hafum búin til sýningu sem er, fyrir mig er hún formtilraun. Ég er búin að vinna með barnaleikhús rosa mikið allavega. Ég hef áður gert sýningu með fötluðum þar sem vorum blanda saman ófötluðum og þroskaumluðum og ekki þroskaumluðum leikurum. Mér finnst við að vera núna að búa til form sem að hleypir áhorfandanum nær okkur. Við erum ekki að setja upp einhverja af því við tökum fjórðu vegginn alveg niður, þá hleypum við fólkinu inn í hvernig við viljum segja söguna og og þetta er svona næstuði eins og að við tölum svo mikið ammali og ég er svolítið upptekinn frasanum, verið þið líka velkomin í ammalið okkar, þú veist, af því þannig erum við að malla og þannig sagan okkar saman, þetta er líka mín saga. Alkoholismi fjölskyldunar minnar kemur sterklega þarna fram og ég var stressaði fyrir því að foreldrar minni myndi sjá sýninguna til dæmis. En þetta er baráttumál og þetta er pólitík, já. Og pólitíkin við það að sýning sem er algjörlega stimpluð sýning af forsendum fötlunar yfir í að vera í einhverjum tilfellum talað núna sem leiksýningu og svo kannski 3., 4. eða 5. setning þar sem við tölum fötlun. Heldur bara, við erum bara að tala listasýningu líf mannesku. Það er gjörningurinn. Og þar liggur, held ég, pólitíkin í því líka. Og ég var... Og líka, fólki finnst gaman. Fólk, veist, það hefur áhrif á fólk einhvern veginn bara, veist, Fúsi er náttúrulega fáránlega sér með undir skemmtilegur. Ég get vitað það því ég satt með áhorfanda, áhorfandur voru að skemmta sér og grétu. Já. Og maður sem satt við hliðina á mér, hann grét ótrúlega mikið. Hann hafði orð á því eftir sýninguna. Hann hefði verið grátandi stórum hluta sýningunni. Það er náttúrulega margt sárt í sýningunni. Já. Það bæði sárt eins og líka sem er svona hrifnæmt í sýningunni. Það maður ekki alltaf að gráta af sársauka. Bara að þessi mynd er hann syngar lókin og ég er svo bróðlegus. Já, það er náttúrulega bara þema og stef í lífi okkar. Já, að mók. Já. Já, hún er þarna með okkur. En kannski að sársökinn tengdur mömmuðinni. Ég fór með syni mínum á sýninguna og hann sagði að þú hefur leikið langbest þegar þú varst að tala mömmuðina og ég sagði að ég er ekki vissum að vera að leika. Ég veit það ekki. Varst að leika eða Þetta er mjög góð Varst að segja með sögu eða varst að leika? Þegar þú ert að leika sjálfa þig, ertu að leika? Já. Það er ekkert allir leikarar sem að geta opnað og lokað svona á tilfinningakerfið sitt og hjartastöðuna eins og Fúsi er að gera. Og tímasetningarnar þínar og þegar þú ert að vera fyndinn og þegar þú kastar mér fyrir strætó og allt þetta, ég meina Fúsi er að hlusta á salin miklu betur heldur en margir leikar sem ég hef vunnið með þú veist það að þannig að sansið fyrir sögusögninni og halda spennun uppi og byrja í gleði til þess að geta varpað okkur algjörlega í eitthvað sorgaputt eftir á. Þetta er ekki eitthvað sem við erum búin að æfa. Sumt að því höfum við æft. Alls ekki allt. En að leika bara einu þegar við byrjum af sýningunni. Þá spyrir hann mig. Fúsi, hvað vorum við að gera? Við getum ekki bara hamburga og þetta. Búa til leikrit ævisöguna mína. Hvað ætlaðu að gera næst? Hvað ætlaðu að gera næst, Fúsi? Þú ert komin á 70-saldur. Þú ert komin á 70-saldur eftir helgi. Þú voru að drífa þig að hugsa. Það er svo stutt eftir. Ekki. Já. Við þurfum að fá meira verkefni. Já, við þurfum náttúrulega að byrja því að fá okkur aftur hamburgara. Hamburgara og alls saman. Það reynir mjög á leikara þegar þeir eldast. Það er ekki margir leikara sem geta leikið í ellinni. En það Anthony Hopkins fara öll hlutverkin í dag. Já, þetta er Michael Caine hætti. Það er bara einn og einn sem að næri þessu.
þetta er alveg eins og hún Krispöfgel. Já. Hún var mín besta leikkona. Já, og enn. Algjörlega stórkostleg. Þannig að þú ert að leika eins lengi og Krispur Kjell. Já. Við, Fúsi, við erum náttúrulega svolítið fóstbræður. Þannig að hvort sem að það tengist leikhúsi eða hvað. Ég hef á tilfinningunni að verða eitthvað svona ævintýr framöndan og okkur langar rosalega mikið að búið til ferðaútgáfa sýningunni. Og það er líka bara til þess að gera eitthvað skemmtilegt saman. Og líka þeirra að bauð mig á sýninguna og þeirra þú giftist þá söngi lægin og ég svo bróði besti. Þú erum búin að syngja þetta ansi oft. Já. Syngur þetta eitthvað fyrir efir? Aldrei nógu oft. Ekki. Syngur þetta aldrei fyrir efir? Nei. Ferðasýning þá að tala til útlanda eða? Bæði innanlands útlanda og það er rauninni og það er líka aftur svolítið skemmtileg pólitík. Það er auðveldara að fjármagna ferðir til útlanda heldur en innanlands. Já. Það er líka ódýrara. Og það er ódýrara. Það er ódýrara að fljúga. Það er ódýrara að fljúga til held ég bara Tenerife heldur en á Ísland. Já, þetta er það er svolítið leiðilegur veruleiki og það er allir að vilja gera þér en þetta er bara rosa dýrt. Og Móðleikamennum fyrir mig að fara út og til mömmu. Já. Herðu, drengir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig sýninguna. Takk fyrir að fá okkur. Fúsi og Agnar Jón, kæra þakkir. Já, herðu, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Fúsa og Agnari kærlega fyrir kominu og öllum gestunum sem hafa verið hérna. Þetta hefur verið áhugaverður og interessant þáttur fyrir mig. Ég vil benda ykkur á, eins og ég ger alltaf, að það sem býr til hennar galdur sem að samstöðun sömulit eru þið sem eru að hlusta. Það er það lífgast við það, lifnar við það og þið getur verið virkir hlustendur með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Ég er ekki að byrja ykkur að segja frá ykkur sem ykkur líkar ekki. Heldur segja bara frá ef þið hafið heyrt eitthvað skemmtilegt hérna eða séð. Því að þá kíkja annað fólk á og við það stækkar dreifikjör okkar. Þannig hefur samstöðun raunverulega orðið til af góðri afspurn. Hvet ykkur til þess að taka þátt í að smíða hana með okkur. Þið getur bent á að efnið okkar er á Facebook, það er á YouTube, á síðum merkt samstöðinni. Við erum á öllum hlaðvarsveitum, bæði undir samstöðin en líka undir nafni einstaka þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu og þær útvarpsendingar má sækja á spilarann. Það er spilari.is á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni samstöðurinnar. Það eiginlega hlýtur að vera að þeir gefist upp á endanum og láti sína kuna líka fá samstöðuna 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að vilja taka þátt í að byggja upp samstöðuna og sjáu því inn eitthvað gildi að það samfélagi sé betra með samstöðuna en ekki, þið ættu kannski að hugsa það að gerast áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði. Þið farið þá inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þið getur skráð ykkur þar. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getur láta áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fyrirbrigði sem er í fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Þannig að fyrir 2.500 krónur á mánuði getið þið fengið allt efnið sem við búum til hér en líka 8 fjölmiðl í félagi með öðru fólki. Þetta eru lokinu okkur í kvöld, ég segi góða nótt og á morgun er 1. maí að þá verðum við ekki með venjulega dagskrá hérna, við munum spila heilmikinn bálk verkalýðshreyfinguna, þar sem voru þættir þar sem ég fekk aðstóð Sigurðar Péturssonar sagnfræðings til þess að kynnast verkalýðshreyfingunni og verkalýðsbaráttunni frá upphafi og fram á okkar daga með aðstóð fjölmargra gesta. Þetta er ókaflega fróðlegur uppfræðsla sem við höfum búið til hér á samstöðinni og munum endurspila á morgun 1. maí. Svo verði hér á 2. maí klukkan 8 kvöldið þá verður rauðaborðið að venju. En takk fyrir í kvöld og góða nótt.
60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra líf.